Kjarri Kjaftar og þetta er dálítið one-on-one podcast. Sumir hafa sagt að ætti að vera fleiri. Mér finnst þægilegt að hafa one-on-one. Þetta er, já, eins og ég segi, Kjarri Kjaftar. Gesturinn í dag er Mensi, eða Elmar Örn. Já, hvað segirðu gott, Elmar? Ég er bara ekkert eðlilega góður. Já, skólinn að vera búinn og svona og dimmisjá að fös og allt að gerast, sko. Já, ég er sjálfur drullu pepp, sko, þótt ég sé eins og ekki að dimmi þeirra. Það er nefnilega alltaf gaman að vera bara, þú veist, setja inn í tíma og vera vakinn og allt þetta, sko. Það reyndar eitt frekar leiðilegt við það er, þú veist, það er eiginlega allir í engum tímum á föstudaginn. Já, reyndar. Einu tímanir sem ég til dæmis í á föstudaginn er bara íþróttir og síðan bara... Býtu. Já. Það eru bara íþróttir, já. Já. Það er enda gæti verið að við komum í íþróttir. Já, það væri drullu gaman. Það er glíma í íþróttum, sko. Já, ég veit að vorum í íþróttum í dag. Bygglaði heldist puttan á mér út að Daniel var eitthvað ákafur og graður. Hvernig glími voruð þið í? Þetta er, þú veist, ég veit ekki hvað þessi glíma er kallið. Þetta er eitthvað, þú veist. Þetta er, þú veist, maður einhvern veginn hallar sér svona einhvern veginn sem þetta er... Já, hérna. Já, hryggspenna. Já, hryggspennu, við vorum í hryggspennu. Þannig að María Carmen, hún kom upp að mig bara núna á föstudaginn því að dóttir hennar er náttúrulega í einhverju glímusamfélagi eitthvað og hún hafði einhvern tímann verið að spyrja mig hvort ég vildi eitthvað fara að æfa með. Já. Og María Carmen kom upp að mér og spurði bara, já, þannig að það væri gaman ef þú getur einhvern tímann, þú veist, hitt á hana og þá getur þú bara keppt bara í EM í hryggspennu. Já, það. Aha, EM í hryggspennu. EM? EM. Bara Evrópumeistaramót í hryggspennu. Ég er alveg vonlaus í öllu svona, sko. Það er, sko, ég var að reyna að keppa í dag. Ég held ég tapaði á móti flestum, sko. Á móti Kjarra og Danieli og Guðjóni og svo meiddi ég bara á mér helvítis puttan og ég að deyja í hálsinum og deyja í bakinu og öxlinni og... Þetta er allt öðruvísi physical en flestar íþróttir, sko. Já. Þetta var samt alveg gaman, sko. Svo fórum við í einhverja leiki, þú veist, við vorum eitthvað á fjórum að reyna að íta öllum út af dínunni og eitthvað svoleiðis. Það var alveg gaman, sko, alveg low-key. Já, dimmisjó, það er spennandi, sko. Og svo bara daginn eftir dimmisjó, þá er hérna firmamótið. Það er rosalegt. Það er bara, þú veist, þetta er náttúrulega, þetta er innanhúsfótboltamót. Þetta er fyrirtækimót, þess vegna er þetta firmamót. Bumbubolti, bara? Þetta er bara bumbubolti sem er bara inni á meðan bara, og það eru allir bara pissfullir allan tíma. Já. Svo endar það kvöldið, þú veist, að vera happy hour allan daginn á hótelinu og kvöldið verður einhver trúbadóður inn í einhverju húsi. Já, þarna á móti hótelinu. Á móti hótelinu. Og sko, þetta er bara vakna klukkan 10, bara daginn eftir dimmisjó. Og ég bara, þú veist, Round 2 baby. Round 2 dagur af drikk. Úff. Má ég spyrja henni, hvaða kennarar mun síðan yfirfara þetta? Yfirfara þetta? Já. Siggi. Siggi P? Já, blessaður. Já. Það eru við slagir. Já, það eru alveg slagir, sko. Siggi P, já. Já, og það má náttúrulega ekki gleyma því að flestir byrja þá að drekka, þú veist, 10 morgun og þið eru náttúrulega að fara að djamma til klukkan 5-6 eitthvað svoleiðis, sko. Á föstudaginn, þannig að það er ekki mikið til að byrja að vaka báturum aftur. Nei. Og síðan er náttúrulega eftir mótið, það er búið eitthvað 2-leytið. Þá er happy hour fyrir alla sem keppa á mótinu, hótelinu og bjórinn er nú þegar á hótelinu frekar ódýr. Já. 1200 kall. Þannig að happy hourið, hann var 700 kall á bjórinn. Þetta er svo hættulegt, sko. Þetta er stór, á meðan við hvernig þetta var í fyrra. Já, í fyrra þetta er bara klikkast að drikja sem ég hef tekið þátt í og séð bara. Já, þetta er algjör harka og svo... Og þú varst einu sinni á mótinu en þú komst þarna seinni og stóðst eins og hetja, vægast sagt. En þú varst einu sinni á mótinu í dagdrykkjunni, sko. Nei, og ég kom samt alveg, þú veist, low-key út úr þessu, sko. Já, ég held að það hafi enginn
komið vel úr þessu kvöldi, Já, 50 skall í vaskinn á einu kvöldi, sko, það er alveg agalegt, sko. Hver var það aftur sem Raggi var að sjá okkur sem eyddi 100 og eitthvað ká bara í hjólið á Sæsa? Ég man ekki hvað hann heitir. Það var hann hérna, það er eitt af þessum sem eru hérna garparnir með í bjöðu, held ég. Já. Ég man ekki hvað hann heitir. En hann er algjör meistari. Hann var líka bara að gefa öllum allt það sem hann var að vinna. Það er bara tap. Ég eyddi bara 12 skalli, sko. En samt náttúrulega voru við líka með 50% afslátt sem voru að keppa, en 12 skall á Sæsa bara held ég verið sloppið, sko. Já, meðan við þessa drykkju sem var, því að það var bara, ég blessaði, fáðu, og bara drukna í þessu, sko. Já, ég er líka reyndar alveg vel sekur að hafa ofnotað þetta hjólindakvöld og líka að gefa öllum bara, það var nefnilega, þú veist, ég sneri einu sinni 2 sinnum í röð og vann þá bæðiskiptin 5 í fötu og ég held að ég hafi geymt kannski 2 fyrir mig og svo labbaði ég bara barinn að gefa öll bara, þú veist, labbaði upp að einhverjum og gaf bara. Þú veist, þegar gjafmildi kerri mætir á svæði, þá er engum óvild, sko. Já, en svo, góður kerri. En svo núna bara, þú veist, það eru hvað, 2,5 vikur eftir, eða 2. Það eru 2 vikur eftir á skólanum. Þú veist, það er bara 1,5 prófaviku og svo er bara klára þessa viku. Og svo náttúrulega bara eftir það er útskrift og svo útskriftarferðin. Og svo sko útskriftarferðin, við förum út 1. júní og verðum í 12 daga, komum út á 50 degi, komum tilbaka á 50 degi, 12. Og svo á föstudeginum er það bara heim og þá er það að drykja út af því að þá er ég að bjóða strákunum heim. Já, það er náttúrulega beint eftir það. Já, í útskriftarveislunum mína. Oh my god. Sem eru 2 dagar í viðbútt, þannig að þetta verður 2 vikna bendir hjá líka ekki bara þú veist, ekki bara venjuleg drykkja, þegar maður fer á höfn, það er öðruvísi drykkja þar, sko. Vægast sagt. Já, þetta Oh my god. Þetta er svo skrítið á höfn, þú veist. Það er bara eitthvað við drykkju á höfn, að það verður bara einhvern veginn svo, bara það drekka allir ógeðslega mikið. Já. Þú veist, höfn er alveg fyllibittur bær. Já, líka þú ert kominn það langt út í raskat, sko. Já. Þú veist, og það er ekkert, með fullir vinningu, það er ekkert mikið annað að gera en að sturta svoleiðis í sig. Nei. Þið eru með geggjaðan bar, á meðan hvað þetta er svona lítill bær. Já. Þetta er geggjaður bar, sko. En þessi bar er náttúrulega líka, þú veist, þá, sko, ballstaðurinn. Já. Þú veist, það er líka böllin þar og þú veist, uppistandarar koma öðru hverju. Þú veist, við erum með uppistand og, þú veist, einhverja svona sýningar, eitthvað svoleiðis. Þú veist, þannig, þetta er náttúrulega, þess vegna er þetta svo stórt. Það er því að hafa allt inni, þú veist, eins og til dæmis líka var hérna frumsýning á hvítur dagur, var þarna. Hvað er það? Manstu, þetta var hérna mynd sem að hana, hvað heitir hann, Hlynur eða eitthvað, leikstjóri gerði, þetta var mynd með Ingvar og svo einhverju stelpu. Já, ég veit ekki eftir hvað þú tala en hún gerðist mestmegnis í þoku og hún var mjög vinsæl, þú veist, þetta er mjög góð mynd, sko. En allan að, þú veist, út af því að Hlynur, hann á sett heima á höfn, þessi frægi íslenski kvikmyndagerðarmaður, leikstjóri og skrifa handriti sjálfur. Þannig, já, hann ákvað að hafa frumsýningu bara á hafinu, sko. Og það var mjög gott. Ingvar var þarna og stelpan sem var að leika í þessu. Já. Voru bæði þarna og þetta var algjör veisla, sko. En já, shit, ég veit samt ekki, sko, ég var að horfa á The Mask. Jim Carrey. Já, hörkumynd. Góð mynd. Og sko í The Mask þá var, þú veist, borg, þetta var líka einhver svona fictional borg, skilurðu. En í borginni var barinn og skemmtistöðurinn sem allt gerðist á, svona, þú veist, The Final Act og allt þetta og partíin og eitthvað, svona, mikið af myndinni gerðist á svona skemmtistöð. Og vitum enn, skemmtistöðurinn var Coco Bongo. Coco Bongo? Já, ef þú horfir á myndina, þá heitir skemmtistöðurinn Coco Bongo. Sem að er líka aðal skemmtistöðurinn í Mexico. Það er aðal klúburinn, Coco Bongo. Já, er það ekki það sem Þrándur týndist og eitthvað? Já, og stelpuna fara upp á svið, þú veist. Það dreigir stelpur upp á svið og svo eru þeim bara með svona viftu undir. Svo. Æ, það er náttúrulega ógeðslegt, sko. Með pilsir. Alveg aðalegt, sko. Þetta er, ég veit ekki, ég held að nafnið var komið nú þegar fyrir myndina, en já, mér er bara svona skemmtilegt að sjá þetta, sko. Átti ekki vonaði.
Já, UFC, ertu búinn að vera að horfa mikið á UFC? Já, ertu að djóka? Já. Hvað er svona að koma? Vil ég fá smá UFC-rand? Fáum UFC-rand. Ok, UFC Hotmans. tjekkum á næsta eventi. Já. Ég reyndar ennþá til dagsins í dag er ennþá uppáhaldsbardaginn minn hérna Max Holloway á móti, hvað var það? Dustin Poirier eða eitthvað? Justin Gaethje. Justin Gaethje, já. Það var rosaleg. Vá, bara, þú veist, allur bardaginn, þeir voru bara, þú veist, eftir fyrsta rándi var hérna Justin Gaethje með brotinn nef út af því að Max Holloway kom með svona spinning heel kick í andlitið á honum. Það var rosalegt. Sko, næsta á dagskrá þetta er ekki stórt kart, þetta er bara svona fight night. Fyrir þá sem vita ekki, þú veist, ef það er UFC-kart þá ertu að fá oftast stjörnurnar og Fight Night, það er meira svona inn á milli til að fylla inn í, til að hafa alltaf eitthvað. Það eru meira svona ungu spaðarnir sem er að reyna að sanna sig og síðan er alltaf seinasti bardaginn, það eru svona alvöru nöfn. En ég ætla bara að taka efstu nöfnin núna, bara því að þú veist, það veit enginn hver þú veist, Cameron Smotherman er. Þetta er þetta rosalegt nafn. Cameron Smotherman. Cameron Smotherman. Santiago Ponzinibbio, það er maðurinn sem vann Gunnar Nelson því miður. Því hann potaði mest í bæði augun hans. Gat ekki séð neitt bardaga. En Gunni er bara þessi maður að hann hefði náttúrulega getað bara sagt bara nei, ég get ekki séð og þá var hann unnið bardagan. En Gunnar Nelson, hann er bara það mikill víkingur og hann bara hélt áfram, bara stóð sig eins og hetja og með aðstæður. Og já, Ponzinibbio vann hann móti Daniel Rodríguez, það er svona ungur spaði frá Brasilíu. Sko ég held að Rodríguez taki þetta sko. Ponzinibbio er með 31 win og hann hefur tapað 8 sinnum en Rodríguez hann er með 18 win og tapað 5 sinnum þannig að ég held að Rodríguez sé underdog en Ponzinibbio hann er líka orðinn frekar gamall og lúinn þannig að ég held að Rodríguez taki þetta og svo er hérna ágætlega spennandi bardagi næst sko það er Reinier de Ridder á móti Bo Nickal. Bo Nickal hann er svona American Wrestling Champion eitthvað. Þannig að hann er svona All-American Wrestler eins og maður kallar, svona freestyle glímukappi. 7 wins, 0 töp. Já, 7 wins, 0 töp. Og á móti Reinier de Ridder sem er frekar nýr í UFC, en hann er algjör spaði sko. Hann tók hann að gaurin sem var að vinna, hann Gunnar Nelson núna. Hann tók hann fyrir ekki svo lengur, bara fyrir 2-3 mánuðum og kyrti hann í fyrstu lótu. Sæl. Þannig að þeir eru báðir með svona glímustíl sko, en ég held að De Ridder taki þetta, en þetta er mjög 50-50. Já. Því að Bo Nickal hefur aldrei tapað og hann er með þetta, þú veist, hann hefur meira tapað en De Ridder, þú veist, nýr og þeir eru báðir frekar nýr í UFC sko, en ég held að De Ridder vinni með decision'i. En getur farið both ways, ég myndi ekki setja pening á þetta, en næst er alvöru bardagi, það er hann Cory Sandhagen. Sandhagen? Já, kallaður Cory Sandman Sandhagen. Það er alvöru spaði, sko. Er það? Já. Hver er svona bardagastílinn hans? Er hann wrestler eða? Nei, hann er, þú veist, hann er með gott wrestling og góður í jörðu, en hann er þú veist, hann er bestur standandi, sko. Og hann er að hendi klikkuð spörk, þú veist, hann stendur fyrir fram að þig og síðan allt í einu er hann búinn að hoppa í ringa og fær þú veist, ökla í andlit og hann er með mjög svona flashy stíl og góður. Á móti Deiveson Figueiredo sem var champion í flyweight, þarna þyngdarflokkurinn fyrir neðan, hann var 2 sinnum champion þar og já, hann er sem sagt búinn að færa sig upp og er að slást á móti Sandhagen. Ég held að Deiveson Figueiredo vinnur þetta því að Figueiredo hann er líka, þú veist,
hann getur alveg kompíta við hann á jörðinni, en Corey Sandhagen getur ekki kompíta við Figueiredo, þú veist, liggjandi í jörðinni, sko. Þannig að ég held að Figueiredo taki þetta, sko. Ok, en hvað svona næsta UFC? Hvað þetta ekki? UFC 315? Hvað, það ekki? Jú. Var það ekki þarna? Getur við ekki bara flippað yfir? Hvað segirðu? Hérna? Jú. UFC 315. Það ógeðslega leiðilegt event þannig séð, sko. Já, þetta ekkert að mínu mati, persónulega mati. Þetta er mjög leiðilegt. Virkar ekki rosalega spennandi. Sko, það voru skemmtilegir bardagar eins og Gilbert Burns á móti Michael Morales, en það cancelled. Benoit Saint-Denis, hann skemmtilegur, en hann tapaði alveg illa seinast. Það var bara flautað af því að hann var bara barinn það mikið í andlitið að hann bara gæti ekki loka báðum augum. Á móti Amian Sahabi, hann frá Dagestan, ég veit svo sem ekkert mikið hann, en nei, ég að lesa vitlaust. Hann á móti Joel Alvarez, Joel Alvarez, hann skemmtilegur, sko, en ég held að Joel vinni, sko. Benoit Saint-Denis búinn að tapa 2 sinnum í röð, sko. En svo Jose Aldo á móti Amian Sahabi sem frá Dagestan og ég veit ekki það mikið hann, það veit ég alveg enginn það mikið hann, en Jose Aldo geit. Já, það eitt af þess að ég veit. Já, hann eitt af þess að geit hann átti UFC áður en Conor McGregor á dagann. En hann bara orðinn svo gamall, sko, og hann líka búinn að tapa seinustu 2-3 baráttunum sínum. Þannig að, þú veist, ég vill bara sjá svona gaura bara, þú veist, setja skónu upp á hilluna áður en það orðið of seint. Já, þetta verður bara vandræðalegt, sko. Já, en svo Belal Muhammad á móti Jack Della Maddalena. Belal Muhammad í weltervigtinni sama þyngdarflokki og Gunnar Nelson. Hann champion þar og Jack Della Maddalena frekar nýr í UFC. Samt ekki, sko, en samt svona yngri og þú veist, minni reynslu í UFC, en hann með gott boxing, sko. Þessi maður, hann top 5 boxarinn í UFC, sko. Shit, hver myndir þú segja að þessi number 1 boxer? Number 1 boxer núna? Já. Topuria, já. Ég hef alltaf sagt Max Holloway, en Topuria outboxaði Max Holloway. Já, það enda rosalegt. Það rosalegt, sko. Ég sá reynda þann bardaga, það var rosalega bardagi, sko. Já. Slömpaði hann ekki Max Holloway? Jú, steinrótaði hann. Fyrsta skipti, sko, hann hefði aldrei verið sleginn niður með þess að, sko. En já, Belal Muhammad, hann þú veist, champion í þessum þyngdarflokki, en alveg ógeðslega leiðilegt að horfa á hann að gæja að slást. Já. Því hann ekkert að leita, þú veist, hann aldrei að leita þess að klára bardagann. Já. Hann bara gerir allt til að vinna. Og þannig að hann tekur oft gaurar niður og heldur þeim bara niður í jörðinni, en samt ekkert að reyna að kyrkja á eða neitt þannig. Já, bara dálítið að fá points. Bara slóra og vinna á stigum. En Jack Della Maddalena, hann fer hann til að rota fólk, sko. Okay. En ég held að Belal vinni, sko. En ég vona ekki. Hann bara búinn að tapa 3 svar. Og hinn líka bara búinn að tapa 2 svar. Þannig að Muhammad, hann enda með miklu fleiri bardagar, sko. Já. Shit. Já, þetta ekki komið nóg? Já, gott UFC. Þetta, mér langar þá að snöggvast aðeins að fara í the Premier League. Kom með smá fótbolta á hann. Ég verð að koma með smá fótbolta á hann. Sko, núna það sem gerist helgina, Liverpool urðu the champions með því að taka Tottenham á bakið, setta á maðan og flengdu það. Svona rækilega flengdu það. Hver var staðan í þeim leik? Sko, Tottenham komst yfir 1-0. En svo, 5 mínútur seinna jafnaði Liverpool, 5 mínútum eftir það komu þeir 2-1 yfir, 5 mínútum eftir það komu þeir 3-1 yfir, fóru í hálfleik 3-1 yfir, skoruðu svo 2 í seinni hálfleik, unnu 5-1. Þannig... 5-2 minnum? Já, nei 5-1. Þú segir að þeir jöfnuðu? Nei, já, þú veist, Tottenham komst 1-0 yfir á, þú veist, eftir 10 mínútur. Já. Og svo jöfnuðu þeir og svo skoruðu 4 í viðbót, þannig bara flengdu Tottenham. Unnu titilinn, en þeir fá ekki að lyfta honum fyrir
a final day. En það sem er skemmtilega við það, að þá núna, við höfum held ég 4 leiki eftir, þá í hverjum leik, þá þarf liðið sem að keppa móti okkur að standa svona í 2 línum, svona sikkurum megin og klappa þegar Liverpool koma inn á, svona til heiðurs bikarmeistarunum. Það algjör snilld. Sástu gaurinn sem keypti, 10.000 eða eitthvað svona blá svona blýstótt og setti rauðan límmi og var að selja það inn. Já, það var einhver helvítis Everton aðdáandi. Það er ógeðslega fyndið. Hann var brjálaður eitthvað að hann vissi að Liverpool væri að fara að vinna deildina, hann vissi það allir svo sem. En þannig já, hann ákvað hann að fara á Anfield og þykjast þegar einhver Liverpool maður selja rauð bliss og seldi 10.000 blá bliss. Það finnst mér ótrúlega fyndið, sko. Já, þótt að ég er Liverpool maður, ég kann að með þetta er gott grín. Smá banter, sko. Þetta er smá banter. Það er samt ótrúlegt að það hafi enginn sprengt þetta bara fyrirfram og séð þetta sé blátt og einhver húleikinn sem hefur ekki bara lag með það. Já, mér finnst það reyndar bara líka magnað, sko. Það er mjög magnað, sko. En svo helgina, þá eru sko, þá eru alvöru slægir, sko. Það er Aston Villa á móti Fulham klukkan 11:30 á laugardaginn, sko. Fulham og Aston Villa eru bæði í góðu formi, sko. Og þeir eru bæði að berjast fyrir svona Champions League sæti, sko. Þannig að þetta verður alvöru slægur, held að Aston Villa teki þetta reyndar. Það eru lítið betri, en þetta gæti samt farið báðar áttir. Fulham hefur alveg verið að, þeir tóku alveg Liverpool 3-2, sko. Það er eitt af 2 töpunum hjá Liverpool yfir seasonið, sko. Svo er reyndar Man U þeir að fara að keppa móti Brentford á heimavelli Brentford og sko, ef maður kíkir aðeins, sko, Man U er í 14. sæti, jafnir Everton, nei þeir eru með 1 stigi meira en Everton. Tottenham er í 16. og West Ham er í 17. Ipswich, Leicester og Southampton eru alls búin að falla, en þetta er versta season Man United í sögu Man United. Það er rosalegt. Ég held að Brentford sé að fara að taka á, þeir eru bara á betra formi. Svo er Chelsea í Liverpool. Hvað er að gerast við þetta United? Þetta er bara að, þú veist, sko, Solskjaer, það var var það ekki, Ole Gunnar Solskjaer, hann var að þjálfa á og hann var alveg með á ennþá í, top 5. En Man U vildi bara meira, þannig þeir riðu Ten Hag. Fyrsta seasonið hjá Ten Hag, þá náðu þeir að lenda í öðru sæti, en eftir það hefur bara verið pínuð downfall. Þú veist, það er bara þetta að, ég veit ekki, Ten Hag var einhvern veginn, bara hverja leikmenn sem Man U keypti voru bara flop, þú veist. Keyptu Jadon Sancho, þú veist, einhverja 100 milljónir og hann hefur spilað svona 3 leiki og skorað svona 2 mörk. Eða, þú veist, skilur, hann hefur alveg spilað, nokkra leiki, en svo núna eru þeir eru tilbúin að borga Chelsea til þess að taka það af sér og Chelsea er að reyna, fengu Sancho á láni og eiga að kaupa hann en eru tilbúinir að borga 5 milljónum punda til þess að kaupa hann ekki. Pældi því. Þeir eru tilbúinir 5 milljónir til þess að kaupa ekki Jadon Sancho og henda hann bara aftur tilbaka í Man U. Þú veist, það er rosalegt. Og svo eru þeir bara búin að vera að kaupa einhverja, þú veist, eins og Højlund, einhver Dani. Sko, ég fylgist ekki mikið með fótbolta en ég horfi einstaka sinnum með svona öðru auga á þetta. Maðurinn, hann getur ekki skorað. Nei. Hann getur það ekki. Hann reyndar að skora held ég í síðasta leik, en þú veist. Nei, var ekki seinasti leikurinn á móti Wolves? Ég man það ekki alveg. Nei. Jú, já, eitthvað. Jú. Það var páskana. Nei, það var einhver annar leikur en það sem að, það var, þeir voru að keppa einhver leik á móti, þeir kepptu á móti Bournemouth og Bournemouth var 1-0 yfir allan leikinn þangað til á 97. mínútu og þá jafnaði Man U og Højlund skoraði. En það var fyrst skipti hans að skora síðan, þú veist, í ensku deildinni síðan í, janúar eða eitthvað. Já, hann rakst örugglega í boltan, hann ætlaði örugglega að syngja aðri. Og svo hinn strækjarinn ykkar, Xerxi, sem þið keyptu líka alveg á smá pening, hann er ekki búinn að skora síðan í desember. Þú veist, og sko Bruno Fernandes er eini maðurinn sem er í raun að skora eitthvað. Já. Og hann er samt bara með, þú veist, 8 mörk á leiktíðinni, eða 9 mörk eða eitthvað. Þannig ég veit ekki alveg, þið þurfum bara þennan strækir og svo eru þið bara með vængmenn sem þetta er bara allt rosalega ungir og... Já, Garnacho, hann, þú veist,
eins og ég segi, ég veit ekki mikið þetta en það sem ég sé, vá hvað hann gerist stundum stúpid ákvarðanir. Vá! Það vantar bara... Mér segja bara leikurinn á móti Wolves sem ég horfði páskana. Ég var bara... Já, ég horfði á hann líka. Ég var í sjokki, sko. Sko, þetta bara, þú veist, já, ákvarðanatökurnar hjá þeim. Þeir geta, þú veist, með öllum færunum sem þeir hafa fengið, þú veist, Bruno Fernandes í, held ég, þú veist, öðru eða þriðja sæti eða eitthvað, að búa til flestu færin á þessu tímabili, þú veist, en, þú veist, það er sem bara að búa til færi, það er einhver 70 færi sem hann hefur búið til og, þú veist, það er bara skammarlega lítið en nýtt, skilur við. Þetta er rosalegt, sko. Það er alveg, já, ég veit ekki alveg hvað er í gangi hann og svo núna er Ruben Amorim eftir að, hann er núna að þjálfa, eftir að Ten Hag var rekinn, sko, I don't know, Amorim hann er einhvern veginn, pínu, ég veit ekki, þú veist. Það er líka bara, ég veit ekki alveg með hann. Það er eitthvað dautt í liðinu bara. Já, það er rosalega lítil stemming, það er einhvern veginn eins og margir vilja ekki lengur vera hann eða eitthvað. Já, eins og þegar hann Rashford fór hérna yfir daginn, er hann ekki bara að standa sig drullu vel? Jú, hann er bara að standa sig mjög vel, hann er að skora alveg nokkur og gefa mikið assist og þú veist, þegar hann var hjá Man U þá bara nefndi hann ekki einu svona við inn á og var bara að fullur og... Já, var bara að labba og þú veist, nefndi ekki að vera þarna, fór núna á lán til Aston Villa og er núna bara, þú veist, að standa sig bara eins og hetja, sko, bara back on form, sem að hann var ekki búinn að vera í 2 ára eða eitthvað. Hann var samt drullu góður. Hann var drullu góður á tíma, sko. Já. En svo er líka, þú veist, ég sverða, þetta byrjaði allt, downfallið byrjaði allt, sérstaklega eftir að Mason Greenwood hérna var eitthvað að vera slæmur við kæristuna og hérna. Já. Og eftir að hann, þú veist, fór og það kom dálítið svona slæm stemmingu við Man U, þeir hafi ekki náð sér tilbaka síðan, sko. I'm telling you, sko. Það er ótrúlegt. Já. Það þarf bara einhver nýjan þjálfari sem bara flengir og hefur bara aga á þessu. En svo það er mjög spennandi, sko, að hérna Liverpool keypti bara 1 leikmann síðasta sumar og hann er alltaf búinn að spila. Hann er búinn að spila held ég einhverja 5 leiki og hann er svona, þú veist, kom inn og í 3 leiki yfir allt tímabilið í Premier League, sko. Hann er búinn að spila undir 90 mínútur. Þú veist, þannig núna þá er Trent að fara, við erum held ég að selja Darwin Núñez, þú veist, það er mögulegt að Luis Díaz sé að fara, þannig, en við höfum held ég einhverja 250 milljónir eða eitthvað til þess að leika okkur með núna í sumar. Það er spennandi, sko. Það er helvíti spennandi, sko. Sko, eina lausnin fyrir Man U-liðið er bara að kaupa Antoni aftur. Já, kaupa hann tilbaka. Antoni er geitinn. Antoni. Það er enda maður sem ég hafði mjög gaman af. Ekki bara út að hann var svo mikil fíaskæði, sko. Ég á Antoni treyju, sko. Það er góð að segja. Já, sorry, ég á Darwin Núñez treyju. Það er geitinn, sko. En ok, hey, ég undirbjó pínu fyrir þetta. Ég byrja á að mér langa að sjá, ok, ég segi að bæði ég og ChatGPT bjögum til brandara. Og þú þarft að gíska hvort að brandarinn sé ég eða ChatGPT. Ok, er þetta svona 5 pappabrandarar eða? Já, dálítið. Það er einn sem ég veit ekki eins og hvað ég skrifaði út af því ég skrifaði bara drukknaður fiskur. Já. Ég veit ekki. Þannig að á ég líka að reyna að gíska punchline eða eitthvað þannig, eða? Nei, aðalega bara að gíska hvort þetta sé ChatGPT eða ég. Ok, hendur svo mig. Ok, fyrsti. Hvað gera 2 sniglar þegar þeir lenda í umferðarteppu? Þeir fara í skelina sína og bíða rólegir. ChatGPT. Já, þessi er góður. Þessi er ömurlegur. Mér er það frekar fyndin, ég veit það ekki. Ok, af hverju komst hænan yfir götuna? Til að sýna kindinni að það væri hægt. ChatGPT, eða? Já, þetta er ChatGPT. Ok. Ég held að þú sért reynda búinn að heyra þennan, en hvað kallar maður pasta sem að enginn vill? Pasta sem enginn vill, hvað var það þurr? Pastarður.
Þetta þú. Þetta sko, já, þetta er ég. Þetta dreiða orðinu bastardur, ég veit ekki, mér varst þetta Ok, hvað kallar þú ost sem þú átt ekki? Ég veit það ekki. Nacho cheese, boy. Nacho cheese. Ok. Hvað sagði tómatsósan sem að var til árið 1944? Ég veit það ekki. Heinz! Þetta þú. Já, þetta er ég. Já. Þetta er ég. Ok. Það er næsti. Hvað sagði kaffibóllinn við sykurmola? Ég veit það ekki. Þú ert svo sætur að ég þarf að hræra mig aðeins niður. ChatGPT. Já. Hvað er þetta? Ok, byrju, ég næði þér núna. Af hverju fór tölvan til læknis? Hún var með vírus. Já. Þú. Nei, það er ChatGPT. Þarna, ok. Hvað kalla Íslendingar snjókarl sem hverfur? Ég veit það ekki. Vatnsmaður. ChatGPT. Það var hræðilegur. Wow. En reyndar, sko, mér varst þetta, ok, núna er ég eiginlega, þetta ég skrifaði einn hérna, ég veit, hvað kalla maður mann sem hatar hettu? Ég veit það ekki. Kjaran? Ok. Má ég koma með ljótan brandara? Já, hvað er með ljóta? Hann má ekki vera ofljótur. Nei, bara svona... Smáljótur. Af hverju eru allir gyðingar umskornir? Af hverju? Gyðingar konurnar vil ekki neitt nema að sé 10% off. Já. En svo sko, ég skrifaði fyrst ChatGPT sko að gera brandara. Nema svo, þegar ég byrjaði að lesa þá, ég ætlaði að vera með þessa, en svo fattaði ég ekkert að það make sense. Já. Þú veist, þetta eru bara brandarar á ensku sem er translate, eins og hérna, og þú veist, þeir hafa nöfn, þú veist, eins og þessi heitir ævintýraljósmyndari. Hvað gerði ljósmyndari sem fór of oft í ævintýraferð? Hann var alltaf að leita að exposure í lífinu. Ok, og þessi, ísbakið. Af hverju fór ísinn upp á bak við ísskápinn? Til að fá smá cool ákveðni. Er ég svo eini sem bara skil ekki eins og brandarana? Og svo ballsálfræðingurinn. Hvað segir ballsálfræðingurinn þegar fólk kemur í ráðgjöf? Segðu mér allt, ég verð bara að balla þetta með þér. Ég veit það ekki, sko. Hvað, þú veist, reyndar, ok, þessi er góður. Símalaus dagur. Af hverju kveikti tölvan á sér ef hún missti síman? Hún varð alveg desktop án símans. Vá. Já. En svo reyndar, ég bað hérna líka ChatGPT að skrifa ljóð fyrir mig. Já, ljóð sem að ég var ég var að hugsa til þín þegar það var ljóðið. Sko, upprunalega var hérna vinurinn reiði og graði, en ChatGPT breytti í vinurinn rauði og gráði ekki. Já. Já, þannig, við lesum aðeins yfir þetta. Vinur minn er ginnheil rauður, augu glitrandi eins og glóð. Reykinn hann trampast alla, leitar hyggju sem engin er góð. Hann skráður, hann skráður bítur eins og tígristýr. Engin samþykki er nógu mikið. Hann grípur, ferðast í átök og tvísýn. Elskar slagsmál, vill sífellt berjast villilega. Vá. Ja, þetta er alveg að passa hérna. Ég hef ekki þess á það, maður. En þegar hann hittir Mensi blítt, ég sagði reyndar að þetta er vinn minn Mensa, þannig shout out. En þegar hann hittir Mensi blítt, glýja í brjósti mildrandi ljós, þá bráðnar harnaðurinn sem í honum býr og hjartað hans slær myrkt og hljótt. Vá.
Rauður og graður, eldur og ís, hann blæs í eldinn í hvert orð, en kærleikurinn sem ber hann við, gengur gegnum þyngslum, finnur kærleik að vor. Þó slagsmál séu hans ástríða og gráðinn oft hann stýrir svo, þá finnst í ljósi mannúð glóandi gróður sem vin minn mensa saman býr að ró. Wow! Wow! Þetta var geggjað. Þetta var geggjað. Ha? Ég ætla að gíska á punchlineið. Ok. Hvað þarf margar ljóskur til að skipta ljósaperu? Ég veit það ekki. Gíska. 3, 4. Æ, hver þetta? Nei, það var 5 og 1 borð. 1 upp á borðið og 4 til að snúa borðinu. Og ertu með annan eða? Hvað sagði veggurinn við hinn vegginn? Hittum í horninu. Já. Já, ég hef heyrt þennan pínu oft, sko. En, heyrðu, ég var reynda með, ég var aðeins að horfa á The YouTube. Og, ég sá dálítið skemmtilegt sem ég langaði að prófa að gera við þig. Þetta heitir, á ensku heitir þetta Tenable. Tenable? Þetta heitir Tenable. Það sem að, sko, þá maður með kategóri og svo þarft þú að nefna, þú veist, annarkvort 10 sem að passa inn í það eða, þú veist, eins og núna, það sem ég valdi er top 10 highest grossing movies of all time. Þú hefur 3 líf, þú mátt segja að þú ætti að reyna að giska á alla 10 og svo fyrir hvert það sem hún fær vitlaust missur líf. Bara of all time þá eða? Já, of all time. Þannig, top 10 highest grossing movies of all time. Og ég er hérna með top 10, það er reyndar ein sem maður myndi aldrei ná sem er Nesa 2 sem er einhver japansk mynd eða eitthvað en þannig ég ætla bara að taka það sem er númer 11 í staðinn. Ok, top 10. Titanic. Já, það er hana, það er númer 4. Ok. Ég er svo lélegur með svona, sko. Top Gun. Ekki alveg, það er númer 14. Þannig, það er eitt líf farið, sko. Já, ég er aldrei að fara að ná þessu, sko. Jú, þetta er ekkert svo erfitt. Hey, þú gæti alveg 100% ná þessu, sko. Og hugsaðu Marvel. Endgame. Það er númer 2. What? Númer 2? Já, númer 1, þú ættir að vita það. Það er ein önnur Marvel-mynd, nei, 2 aðra Marvel-myndið þannig. Infinity War. Já, það er númer 6. Avengers 1. Það er ekki þannig. Það eru, 2 líf farin. Hvað? Þú ert að setja mig á annað spot hérna. Shawshank Redemption eða eitthvað? Nei, það var endar, sko, ok, þannig að það væru. En Shawshank Redemption, það sem er með hana, hún var actually bara mjög mikið flop. Er þetta ekki svona yfir allt hvað hefur alltaf hækkað og hækkað? Jú, en þú veist, út af því að það var svo mikið flop í byrjun og þegar hún fekk virkilega að skína var þegar hún var bara að byrja að sýndi, þú veist, það var að selja spóluna og sýndi í sjónvarpinu og streymisveitum, sko. En ok, númer 1, Avatar. Með 2,9 B. Ég finnst það ógeðslega leiðileg mynd. Já, og þá held ég ekki ánægður, númer 2 var Endgame, númer 3, Avatar 2, sem var með 2,3 B. Númer 4, Titanic. Númer 5, þá var það hype sem þetta, það var Star Wars, The Force Awakens. Hæ? Já. Það er einn lélegasta Star Wars myndin, sko. Já, það var bara svo, hún var svo hypeð, þú veist, út af því að... Já, ný Star Wars mynd. Já, ný Star Wars mynd í fyrsta skipti, þú veist, 10 ára eða eitthvað.
Svo nummer 6, Avengers Infinity War. Nummer 7, Spider-Man No Way Home. Nummer 9, Inside Out 2. Ha? Ég hef eins og ekki séð hana. Ég sá hana bara inn á Disney Plus, bara út af mér leittist, en hún ágæt, sko, hún ekki spes. Nummer 10, Jurassic World. Og svo nummer 11, The Lion King. Og þetta þá remakeið. What? Remakeið? Já. Ok, ertu með eitthvað annan lista? Já. Þetta meira svona common knowledge. Ok. Þetta eru sett, hvað það ensku? Týndi listanum, hvað það ensku? Þetta eru höfuðborgir utan Evrópu. Þetta eru þá höfuðborgir. Hvað höfuðborgir á ensku? Capital. Já, capitals. Outside of Europe. Já, þetta fannst mér, sko, ég var að reyna að hugsa þetta bara sjálfur. Mér fannst þetta bara helviti erfitt, sko. Ok, og ég bara að byrja? Já, byrjaði bara. Hong Kong. Í Kína? Já, það ekki. Það ekki rétt. Washington DC. Það ein. Kína önnur, sko. Hvað? Ég svo lélegur í svona, sko. Singapore. Nei. Jú, Singapore á ég. Já. Hvað var aftur? Mér minni að höfuðborgin í Brasilíu hafi bara heitið Brasil. Það rétt, það eru 3. Já. Hún ég hélt alltaf að vera Ríó, sko. Já, en hún heitir Brasilia. Ok, Moskva. Já, Moskva, já. Berlín. Það í Evrópu. Já, þetta. Já, líka Moskva. Nei, það sko... Rússland í Evrópu. Já, það samt líka ekki Evrópu. Já, þannig ég ætla, út af á listanum minna þá Moskva. Þannig ég ætla að let it slide. Tokyo. Já, það önnur. Það eru 5. Hugsaðu hérna Suður-Afríka. Nei, ekki Suður-Afríka. Hugsaðu það. Þú getur notað, þú veist, drauminn til að segja hvað það er. Já. Ég bara... Það er svo erfitt að vera sett á hann á spot, sko. Kólumbía... Hvað er í Kólumbíu? Fuck this, maður. Ég veist ekki. Ok, en þú veist, eins og Suður-Afríku þá er það Cape Town. Já, ég var náttúrulega ekkert að hugsa Argentína eða Buenos Aires, Kína eða Beijing. Já, Beijing. Og svo ef þú hefðir farið í Thailand. Já. Hvað er höfuðborg Thailands? Bangkok. Þú veist, það hefði getað hann á þessu. Ok, en ég get reynda gert eitt off the top of my mind að þú vilt taka eitt svona skemmtilegra. Ok. Fótboltamenn frá Englandi sem eru núna í the national team. Ég horf ekki fótbolt. Ok, my bad, chief. Ok. Hvað bara, ok, nefndu 10 af liðunum sem hafa unnið ensku deildina. Ok. Þetta ætti að vera easy enough. Chelsea. Já, það er rétt. Manchester United. Já, það er hana. Liverpool. Man City. Já. Arsenal. Já. Shit, sko. Þú hugsaðar eitt af mestu underdogs sögum of all time sem kom þarna 2015-16. Hvað er það, Newcastle eða? Nei, ég veit ekki. Newcastle geti hafa unnið. Erum við að sjá. Newcastle. Nei. Býtu.
Ekki? What? Jú, Newcastle. Jú, það er rétt. Newcastle... Var ég búinn að segja Everton? Everton hafa unnið. Það er rétt. Ok, hvað á ég marga eftir? 3. Fuck! En hugsaðu þannig að 2015-16 sísonið. Ég man það ekkert, sko. Ég hef mjög vísbendingu. Þetta er á merkinu refur. Refur? Það eru guli búningar, eða? Nei, ég held að það séu bláur. Ég veit það ekki með þér. Það endar á City. Þú veist, því komið, þú veist, Kante og Jamie Vardy og Mahrez. Þú veist að ég horf ekki á fótbolta, sko. Nei, þú veist, það muna svo margir eftir þessu. Alveg segðu mér það bara. Það er Leicester. En þú getur samt alveg náð, ég hugsa þú getur alveg náð fleirum. Jú, getur alveg náð fleirum. Ég ekki bara taka þetta yfir í eitthvað spjall eða? Jú, við getum alveg tekið þetta yfir í spjall. Þú veist, það er, Aston Villa og Nottingham Forest og Queen's Park Rangers, Derby, Leeds. Leeds, maður. Já, maður, þeir voru svo góðir á sínum tíma. Já, skiptir einhverju. Ég skrifaði hérna líka umræðefni. Umræðefni? Já. Okay. Til að byrja með, þetta er eitthvað sem mér langar að vita, þú veist, hvernig finnst þér að vera í stjórn núna? Þú veist, hvernig er stjórnin núna? Það er gaman, sko. Það ekki. Þú veist, hvað finnst þér svona mesta svona vesennið sem er búið að vera í stjórn? Það er, þú veist, það er ekkert eitthvað þannig sem búið að vera eitthvað vesen, bara svona, þú veist, ég hef leiðilegt að tuði. Það er mjög mikið svona tuðað. Já, það er náttúrulega mikið bara á fundum með bara eitthvað. Já, en það er svona mest svona, þú veist, sama hvað maður gerir, ég veit að sama hvað maður gerir, það verður alltaf tuðað. En eins og bara núna með þetta ball, það var rosa mikið tuðað yfir hinu og þessu og... Lítið sem þið gátu svona gert í því, sko. Já, sko, í fyrsta lagi stjórnin okkar á ekki nógu mikið pening til að fá einhver hljómsveit eða eitthvað annað en DJ Kamil á ball. Já. Við reyndum allt, en þar á móti reyndum við að hafa tónlistarklúbbinn til að hafa eitthvað og það var mjög margir ánægðir með það. Já, það var, fólk sagði, það var svona, mörgum fannst það hápunktur ballsins. Já. Mér fannst það mjög gaman að spila það. Já, mjög gaman og heppnaðist vel á með að við fengum bara, þú veist, basically 1 dag til að æfa, öll saman. Það kom mér reynda mjög mikið óvart hvernig ég náði að spila lögin, sko, að meðan við að ég var alveg búinn með einhverja nýju þannig fyrirfram eða eitthvað. Já, svo var bara svona almennt, þú veist, eins og þegar við vorum til dæmis að segja frá ballinu, þá voru bara allir brjálaðir að DJ Kamil og þótt að, þú veist, Pálmi Ætlen vildi eins og ekki hafa þetta ball, sko, og sérstaklega fólk í 3. bekk brjálað yfir því. Já, og það er svona náttúrulega mættu alveg nokkuð ekki, bara út af því að þau voru svo. En það var líka samt, þú veist, sama hver er að spila, þú getur alltaf samt haft gaman. Já, það verður alltaf leiðilegt ef þú mætir og er bara já, nákvæmlega, ef þú ert bara búinn að ákvæða sér leiðilegt, þá verður þetta leiðilegt. Þú veist, eins og ég skemmti mig mjög vel, þótt að þetta var kannski, þú veist, út af það er náttúrulega bara fólki sem að gera þetta gaman. Þú veist, það eru líka, þú veist, það eru mjög mörg alveg böll sem að hafa verið, þú veist, með einhverju hljómsveit eða DJ eða eitthvað svoleiðis sem hafa ennþá verið leiðileg sem fólk út af því að, þú veist, þeim, ég veit ekki, leiðist bara eða eitthvað. Svo líka, þú veist, bara, við fengum basically tuði yfir öllu. Það var tuðað yfir þemaðinu, þótt að mér fannst að, þú veist, ef þú skoðað myndirnar, þá var lögðu allir metnaði í þemaði, sem mér þótti bara mjög vænt það, sko. Og var bara mjög gaman, mjög skemmtilegt. Þú veist, ef þú skoðað bara myndirnar frá ballinu, bara allir litríkir, bara svona crazy stemning, þú veist, skreitt og mér þótti bara vænt að fólk var, en það var samt tuðað yfir í. Mér finnst þetta er að frekar heitt og bara... Já, þú veist, ég veit ekki... Það er svona eina sem mér finnst pirrandi en það er bara því að mér finnst tuð pirrandi yfir höfuð. Þú veist, ég veit ég er alltaf að fara að fá tuð, en mér finnst það bara pirrandi. Já, það er einhvern veginn, þú veist, þetta er bara alltaf svona... Eru samt, ég ætla að spyrja núna, eru til einhverja leiðilegri típur en svona tuðarar? Ég finn það, þú veist. Það eru 2 típur af tuðurum. Það eru fyndnir tuðarar
sem er að tuða yfir hinn og þessu, bara svona fyndið dót. Bara, þú veist, hvað, eins og ég eða? Er svona fyndin tuðari eða? Nei, þú veist, ég hef gaman að þannig tuði. Já. Fattaru? En mér finnst bara svo leiðilegt þegar það er tuðað yfir öllu og allt er ómögulegt og alltaf horft á svörtu liðina. Já, það eru sumir sannig. Þú veist, reyndar, það sem að mér finnst leiðilegri típur eiginlega, þú veist, það eru svona tuðarar númer 2 hjá mér en svo það sem mér finnst leiðilegri eru sko þessi sem að bara segja, þú veist, nei við öllu. Já. Og það er bara allt ömurlegt. Það felst í þig að vera tuðari. Já, þú ert bara búin að ákveða eitthvað sé ömurlegt og þú bara, okkur er þetta nú? Staðinn fyrir að vera bara, þú veist, bara, já, þú veist, líta bara björnsturlegan. Hei, þetta er síðasta balli, ég ætla bara að mæta og hafa gaman, skilja. Já, nákvæmlega. Þú veist, þetta skiptir... Akkur er að hafa DJ Kamil á síðasta balli, þetta er bara vanvirðing gagnvart okkur, bara, þú veist, við reyndum allt. Þú veist, ég var aldrei eitthvað að kvarta yfir þessu balli bara út af því að, þú veist, ég meina, þú veist, eftir að ég er náttúrulega búinn að vera í stjórn, þá veit ég líka að, þú veist, maður hefur ekki DJ Kamil ball nema maður, þú veist, þarf þess. Já. Þú veist, það er eitthvað sem að fólk oft skilur ekki, að DJ Kamil ball og svoleiðis eru bara, þú veist, svona, þú veist, út af því að við höfum bara gert eitthvað betra. Það er bara, þú veist, það er bara staðan. Það er bara því miður svoleiðis. Það er dýrt að reka nemendafélag, sko, og það er dýrt að halda böll og það er dýrt að hafa allt þetta, sko. Þetta kostar allt. Þetta er fárlega mikið, sko. En, þú veist, já, bara, mér finnst bara svona típur leiðilegar. En hvernig var það að vera í gæslu? Það var fínt, sko. Var það ekki bara? Jú, þú veist, þetta er 10 sinnum skárra en seinasta ball, sko. Já. En já, það var bara gaman, sko. Já, ég meina, þú fórst náttúrulega upp á sviðið í einhverjum bóratskilni, sko. Já, hvernig fannst þið það? Það var flott. Já. Ég held reyndar að ég fór eiginlega að pissa, held ég að mest megnis af því, en ég náði svona helmingnum að því og ég hafði gaman að því, sko, að taka hana, hvað var þetta? Djammi kvöld. Djammi kvöld, já, og svo þegar tókuðu ekki eitthvað gilsarlag eitthvað? Nei. Við tókum bara ég tók bara djammi kvöld og Krídlagið þarna. Já, hold me now. Shit, það var eitthvað. Það var eitthvað. Það var eitthvað, mér fannst svo pirrandi. Mér langaði að ná einhverjum myndum af mér, þú veist, upp á sviði að spila bassa. En ég var bara lenti einhvern veginn fyrir aftan alltaf. Þannig ég var bara, þú veist, stöku sinnum í bakgrunnum á einhverjum myndum. Og hún var, þú veist, það var bara myndir á, þú veist, Guðjóni og Kolfinnu og svo líka Ragga og Danieli. Svo var ég bara fyrir aftan bara eitthvað, bara, þú veist, eins og ég var ekki annað, sko. Maður var, ég viðurkenni, I felt left out, sko. Já. En þú veist, ég skemmti mig bara mjög vel á þessu balli, sko. Mér fannst þetta alls ekki versta, sko. Já, það er gott að heyra. Hvað er klukkan? Já, við erum tíma. Já, þú veist, það hafa 100% verið erfið balli, sko. Já. Sérstaklega kannski bauðsaballið hjá mér þegar ég bara mætti varla á ballið. Já. Ég keyrði mig snemma og eldiði í rútinu og var svo sendur heim eftir að vera hálftíma inn á klósetti. Já. Og þá var ég nefnilega, það er eitt af stöku skiptunum sem að Pálmi hefur skutlað heim. Úff. Og Pálmi skutlaði mér heim og ég þurfti að taka spjallið við Pálma meðan ég var eitthvað hauslaus og ég man reyndar eftir því. Ég man eftir því að hafa tekið spjallið við Pálma og meðan ég var bara það var bara eitthvað, já, að keyra yfir svona snemma, ég skildi á þetta er bara, þú veist, maður er spenntur og eitthvað, verður svo aðeins svo spenntur, en ég trú að þetta verður ekki a recurring theme yfir skólagönguðina og ég bara, hún mun ekkert sjá mig, þú veist hvað, 3 vikum seinna, hann fékk ég áminningu. Ég var alveg, sko, ég var á svartalistanum hjá Pálma í alveg dágóðan tíma, sko. Já. Nánast eiginlega bara þangað til að ég fór í stjórn, sko. Og meira segja eftir að meðan ég var í stjórn, þá var ég ennþá alveg pínu á svartalistanum hjá Pálma, sko. Já. En þú veist, við vorum svona skárri, betra samband á milli okkar, spjölluðum ofta saman og eitthvað. Þetta vorum við líka að vinna mjög mikið saman að stilla við viðburði. En já, maður vill ekki vera á svartalistanum hjá Pálma, sko. Nei. Það var alltaf, þá er hann með auka með þér, sko. Já, ertu að djóka?
Og þú veist, þetta var alveg á tíma þar sem að hann sagðist ætla að kíkja daglega þegar ég var í fyrsta bekk. Þá sagði hann að ætla að kíkja á hverju kvöldi inn til mín og ef það var einhver inni þá ætlaði hann að gefa mér áminningu. Wow. Fyrir að hafa fólk inn í herbyggi eftir klukkan 11. og líka, hann var rosalega reiður út í okkur fyrir að vera í herbyggjum eftir klukkan 11. Þú veist, bara alla og þú veist, hann var farin mjög reglulega að hóta að gefa okkur áminningu fyrir að vera inn í herbyggjum eftir klukkan 11. Sem að, þú veist, hvað býst hann við, skilur? Sorry, sko, ég skil alveg þetta halda við reglur og eitthvað, en þú veist, hvað býstu við? Þú veist, það eru ungir krakkar í fyrsta bekk, þú veist, sem eru bara, þú veist, að kynna skor öðru. Heldur hann að virkilega allir munu bara fara að sofa alltaf klukkan 11 inn í sinni megin herbyggjum, þú veist, annarkvort einn eða með herbyggjusvila. Það heldur hann að bara enginn vill vera inn í herbyggjum, þú veist, skilur. Já. Þú veist, ef ég væri vistafurður, þá myndi ég bara 100% búast við því, þú veist, sem að mínum að þetta er bara venjulegt. Smá töðan, þú veist. Já, shit. Hvað ertu aftur komið með margar áminningar? Ertu ekki með 2? Ég er með 2. Já, ég er með 3 náttúrulega. Ég er að ná að komast upp með það, útskriðast með 3. Hérna að halda mig frá 4. Náttúrulega skemmtilegast áminningin er sem að ég fengi var að sofna fram að gangi. Vakinn svo að pálma og haft herbyggisleit. Já. Það var skrítinn morgun að vakna við pálma að banka inn á herbygginu og bara Þú varst svoandi fram að gangi og það er út áfengi eftir sæsa og við líðum það ekki, þannig þá ætla ég bara að gera það, ég ætla að hafa herbyggisleit og ef ég finn einhver að smuga af áfengi þá það báðir áminningur, ég og kjæstan. Þannig, það var mér að kenna að hann hélt herbyggisleit en það var Kjarri að kenna að hann fann áfengi út að hann var með Já, Kjarri náttúrulega, hann var búinn að taka trillingin líka áður en þú. Já. Þannig, þú veist, ég held að við áttum alveg báðir skilið að fá áminningu á þessum tíma, sko. Þú veist, þetta er svona okkur báðum að kenna. Þannig, þú veist, það er allan að, ég er bara glaður maður að útskrifast með 3, sko. Já. Svo, þú veist, veistu hvað, mér finnst ógeðslega þreytt að hlusta á. Það er þú veist, mestmegnis af bekknum er ekki með áminningu. Og þau eru alltaf eitthvað að segja, þú veist, við þurfum að fara að henda okkur í áminningu og ég er bara, ok, herbyggisskoðun morgun, settu bara bjórdós á miðjan gólfið, bara við innganginn og leiðu henni bara að sjá það, bara, ok, þau vilja áminningu. Og ég stakk upp að því að öll sem að vildi fá áminningu myndi bara gera það núna, myndi bara setja bara öll bjórdós þegar herbyggis, þú veist, skoðun og og Erla myndi bara labba inn, herbyggja að fæta öðru og bara áminning. Það var alveg fyndið. Þau bara, nei, mér langar að gera eitthvað sem er miklu fyndnara, mér langar að hafa skemmtilega áminningu. Ok, þið hafa haft mjög langa tíma til þess að fá skemmtilega áminningu. En líka þar á móti því að þau ætluðu að gera þessa skemmtilega áminningu þarna eftir sæsan daginn. Þannig að manst ekki þegar þau hlupu öll yfir á kösana að hoppandum eitthvað. Já, það var hvað Vigga og þau og eitthvað. Já, og alveg Tómas og helling á liði, sko. Það endaði með því að við þurftum næstum að aflýsa ballinu, sko. Þannig að en það er samt, að mínum mati, það er ekki skemmtileg áminning, það er bara asnaleg áminning. Það er líka, þú veist, það er ekki skemmtileg áminning að við erum búin að ákveða að fá áminningu. Já, þú veist, þú þarf bara, sko, hvernig maður fær áminningu er að fara inn í djam og svo vera bara drullu sama. Hvort þú færið áminningu eða ekki. Já. Og þá yfirleitt færið áminninguna, sko. Það var bara með hugan fara bara, fuck it, þú veist, ef ég fæ áminningu, fæ ég bara áminningu. Síðan en ég geti verið eitthvað að tipla á tánum, þá meina ég, þú veist, bara, þú veist, eftir sæsa, labbinn með rútu í fanginu og, þú veist, og bara bjóða einhverjum bjór eða eitthvað, skilur við, þú veist, bara bjóða Kamil bjór, bara, Kamil bjór, skilur við. Þú veist, maður, ég veit ekki, mér finnst bara svo þreytt að, þú veist, ég er að hlusta á þetta nánast daglega. Það væli verið að fá áminningu. Svo bara gera það ekki í því. Bara, ok, ef þið viljið áminningu, fá ykkur áminningu. Þú veist, það er ekki það spes að fá sér áminningu, en það er svona pínu lélegt að útskrifast með enga. Já. Að mínum mati. Og það er samt líka pínu lélegt að vera að fara að útskrifast með enga og fá skíta áminningu.
Já. Þú veist, fiska eftir henni. Já, þú veist. En það alveg hægt að fiska eftir henni á skemmtilega nátt. Já. Það geta alveg, þú veist, skilur við. En þau fá svo heiðursáminningu á dimmisjónu núna á FÖS, þannig það allavega eitthvað. Geta þau loksins, þú veist, fengið áminninguna sína, en þú veist, það geta álur áminningu. Já. Ég veit ekki. Þú veist, fólk alveg, þau eru að koma upp að mér og spyrja mig advice fyrir hvernig ég að fá áminningu. Ég bara, hvað meinar þú? Það nú ekki erfitt, sko. En þú veist, fucking Raggi, sko, ég veit, hvað hann heppinn, þú veist, ok, ég reyndar að pæla, leituðu þau ekki, þegar var þessi leit á hana Nös, fóruðu þau ekki inn á herbygginn hjá Þriðjavekja, krökkunum með það? Ég held ekki, sko. Já, það alltaf allt út í Björnhúsum að næni hjá honum. Já, nú Ragga. Já, og svo líka, þú veist, eins og í fyrsta bekk, þegar ég og Jón Valgeir fengum saman fyrstu áminningunni í bekknum, þá var Raggi búinn að vera með okkur allt kvöldið og hann bara fór á klósettið einmitt þegar Pálmi og Kamil og Böddi komu og bönguðu upp á. Þú veist, bara ándjók svona mínútu eftir að Raggi var farin á klósettið þá komu þeir og það endaði með að Raggi sleppi áminningu. Reyndar Daniel var reyndar næstu actually búinn að fá áminningu þarna. Að ég segja, sko, út af því að hann var farin að sofa inn í mínu og hans herbyggi og ég var búinn að vera að drekka mikið inn í herbygginu hjá okkur svo ákvað ég, þú veist, að fara þegar Daniel var að fara að sofa. En þá var ég búinn að setja bara bjórdósirnar ofan í bara plastpoka. Svo hengdi það upp á hérna snagan sem er hérna á vaskinum sem er fyrir svona viskustykki og eitthvað. Og það var bara þar og svo Daniel var bara eitthvað, þú veist, ætti maður ekki eitthvað félda og hann hengdi viskustykki yfir pokan. Og þá kom náttúrulega Pálmi inn í herbyggi hjá okkur og vakti Daniel og hann bara eitthvað, ef ég finn einustu á áfengisumbúðin inni, þá það báðir áminning. Og ég bara, oh shit, ég var eitthvað leiti yfir á pókanu og ég bara sá, shit, það viskust ekki. Wow, Daniel komur inn clutch og þá, þú veist, Pálmi leit allstaðar upp í skáp og inn í, hérna, bara allstaðar og rétt svo misti af þessu, sko. Og ég var bara, vá, maður, var Daniel heppinn þannig að fá ekki. En það var svona eiginlega eina skipta sem að Daniel einhvern veginn slapp upp við áminningu. En Raggi, hann hefur átt að fá áminningu svo oft og hann einhvern veginn hefur bara sloppið með það. Hann fáránlega heppinn, sko. Svo náttúrulega, þú veist, já, ég veit ekki. Það alveg stemming af áminningu. Þú veist, eins og áminningin í númer 2, það var stemmingsáminning. Þá var Pálmi bara einhvern veginn léttur á því og kom bara inn og bara, finn pínu. Já, hann kom bara inn fyrst til þess að spjalla og svo sá bara bjór á borðinu og bara það er umbúðir og svo fór eitthvað leita og opnaði skáp og það var öll hillan upp í skápnum á efri skápnum hérna fyrir ofan hérna fataskápnum skápnum fyrir ofan var öll hillan hana bara tómar bjórdósir svona raðar yfir alla hilluna hann bara og svo var ég stóð í þarna og ég var einmitt með bjór bara fyrir aftan bakinu og hann bara þú nokkuð með bjór fyrir aftan bakinu og ég sagði já og hann þá gaf mér hérna Kolbeini, Heiðari og Axel eða eitthvað áminningu og svo og Axel og við endur svo með að spyrja hann eitthvað er það kannski þá pínu seint núna að spyrja hvort við megum fara á Sæsa eða og hann bara eitthvað svo ef þið fara á Sæsa þá það ekki sniðugt allavega ég get allavega sagt ykkur það þú veist ef þið komið aftur og hitti mig þá munið þið fá aðra áminningu og ég þetta að koma aftur og ég hitti hann en hann hendi mig bara inn í herbyggi og gaf mér ekki aðra áminningu þannig þú veist ég hef alveg svo sem átt að fá líka fleira heldur en 3 ég viðurkenni það alveg séns já Ég að pæli að taka smá söguhorn hérna, sko. Ég actually mjög mikið til að heyra. Fyrir hann Sigga, þetta ekki eitthvað sem að ég ekki að segja sögu frá mér. Ég að segja bara sögu. Ég að fara í sögutíma hérna. Eru að fara í sögutíma? Já. Wow. Ég datt í smá rabbit hole í gær. Inn á YouTube. Já. Og ég var að horfa á sögu með þarna ég ætla að fact checka þetta hjá mér
þú veist, stolna gullið sem nasistarnir voru að stela frá öllum þjóðunum heimsstyrjöld 2. Ég ætla bara að segja að ég þarf ekki að fact-checka þetta. Hann mun fact-checka mig, og þeir stálu, þú veist, ég veit ekki hversu mörgum tonnum af gulli. Þeir fóru bara í bankana, þú veist, í Belgíu eða þú veist, öllum þessum löndum og bara og síðan, og voru bara að funda stríðið þannig. Bara að borga undir stríðið bara með mikið af gulli. Og síðan var það allt fundið neðanjarðar og hellinga, þú veist, öllum þessu flottu málverkum og eitthvað. En það er samt ennþá einhvers fleiri þúsund tonn af gulli sem ekki fundið, og ég var eitthvað, þeir voru eitthvað svona að fara yfir eitthvað dót, og síðan fóru þeir að tala hvernig þetta var mikið gert í Auschwitz og þessum búðum að það var sko, þegar það verið að brenna líkin, þá tekið allar gulltennurnar og allt svona skart og bara þú veist, fleiri gulltennur, brætta niður, og síðan var það, þú veist, annars selt til Portúgal, og þá var þú veist, top secret selt til Portúgal, og þá var það breytt í bara svona litla gullnagga og bara svona fleiri naggar, og þeir voru bara að selja skartgripabúðum það. Þannig að þú gætir átt einhvern gullring bara með einhverju tönn og gyðingi. Shit. Ég var að horfa á þetta og wow, bara alveg. Það er klikkað sko. Já, ég hef sjúklegan, ég misti hérna. Ég hef sjúklegan áhuga á seinni heimsstyrjöld. Þetta bara, mér finnst þetta svo ótrúlegt sko, því að það er svona bunker nálægt Bremen, í Norður-Þýskalandi. Ég, náttúrulega, kjaran er frá Bremen og ég fór að hitti hann við strákarnir fórum út í viku. Og það er svona bunker sem var byggt af gyðingum, bara þrælagyðingum. Þetta er Bunker Valentine. Þetta er bara, við fórum að skoða rústirnar, þetta var bara ótrúlegt. Þetta er bara, þú veist, risa mannvirki, og bara veggirnir eru bara svona þykkir að bara járni og steypu. Damn. Og þetta var skottelt bara, og þú veist, og það dóu held ég man ekki 15 eða 10.000 gyðingar við að byggja þetta. Mér langar að kíkja hvort það sé ennþá recording þá til öryggis. Já. Það var alveg svekk eða það? Já, það er ennþá recording. Ok, gott. Dó einhverju 15 eða 10.000 gyðingar við þetta. Og þetta var sem sagt stöð til að byggja kafbáta. Já. Og stöðin var tilbúin 45 þegar stríðið var að enda, og þeir byggðu ekki einn kafbát þarna. Þannig að bara fleiri líf og þú veist, resources og allt fór í ekki neitt. Shit. Og við vorum og þú veist, ég var bara í sjokki. Það er enda, sko, ég nefnilega hef enda líka mjög gaman á svona seinni heimsstyrjöldinni, sérstaklega. En þú veist, það er til dæmis ein mynd sem er náttúrulega byggð á sannsögulegum atburðum, þannig að það voru að berjast í Japan hérna. Og þetta var hún heitir Hacksaw Ridge. Það er í fyrstu heimsstyrjöldinni. Er það fyrri? Já, það er fyrri heimsstyrjöldinni. En allavega það er eiginlega uppáhaldsstuðsmyndin mín. Já, Dawson. Já, Dustin Doss. Það er ótrúleg saga. Sko, ég var eitthvað að skoða þetta. Hann bjargaði upp á þessu Hacksaw Ridge. Hann bjargaði yfir 70 manns. Og ekki með byssu. Ekki með byssu, allan tíma. Og já, where is Hacksaw Ridge? Ég held að þetta sé einhvers staðar. Já. Er þetta ekki? Okinawa, Japan. Nei, þetta er í heimsstyrjöld 2. Já, ég hélt það líka. Já, Okinawa. Desmond Doss. Já, út af því að, sko, ástæðan, ég vissi það bara út af því að ég man að gæinn var ennþá lifandi alveg fram að 2010 eða eitthvað. Já.
og var búinn að segja frá þessu og það var hent viðtal þarna í lok myndarinnar. Þú veist, þetta bara magnað, sko, þú veist. En, allavega. en ég var einmitt líka þetta í svona rabbit hole. Já. Svona conspiracy theories, rabbit hole. Já, hvað sem að, sko, það eru tvær sem eru eiginlega frægastar. Og það sko að númer 1 sem ég ætla að byrja að segja, bara að Jackson. Michael Jackson? Já, að hann dó ekki þegar hann dó. Þú veist hann var að þykjast vera einhver gæi sem svo sagt að hann var dáið og Jackson bara tók við lífi hans sem þessi gæi sem hann dó var alveg frægur þannig séð en ekkert ógeðslega frægur hann hét Dave Já. Bara einhver gæi sem var greinilega það var búið að það brann allt andlit á hann út af pappans eða eitthvað og þannig að það sagt að Jackson hafi þá fengið, þú veist, einhvern make-up artist eða eitthvað svoleiðis og verið alltaf í dulgervi og farið, þú veist, haldið áfram sem Dave eftir að hann hafi dáið og líka það til eitthvað vídeo á netinu sem sýnir eitthvað að þetta var einhver sjúkrabíll kemur sem átti að vera með lík Jackson nema þeir halda á einhverju drasli inn en svo kemur einhver gæi sem klæddur alveg eins og Jackson út úr spítalann og labbar inn í eitthvað bíl eða eitthvað. Þetta er svona. Ég trúi því ekki út af því að það sagt að Jackson vildi losna við sviðsljósið þannig að það var pælingin af hverju myndi hann fara viljandi aftur í sviðsljósið, þú veist, og halda á hann lífi sem einhver annar frægur, skilurðu, þú veist, af hverju myndi hann gera það? Þetta er bara bullshit, sko. En svo er annað, sko, það sem er með Elvis. Hefur þið séð það? Að Elvis sé bara ennþá á lífi núna og sé bara einhver prestur í Bandaríkjunum. Ég hef heyrt þessa líka. En reyndar, þú veist, eins og to be honest, hann hljómar alveg svipað. Sonur hans held ég Elvis impersonator. Svona, þú veist, að performa. Eftirherma, já. Hann svona Elvis eftirherma og dóttir hans, þú veist, einhver Elvis aðdáandi sem að skrifa held ég einhverjar lokaritgerð Elvis og eitthvað, þú veist. Þetta er rosalega eitthvað Elvis fan family sem að fólk heldur svo að presturinn sem pabbið þeirra sé Elvis. Já, það afi minn hann var líka mjög duglegur í Presley eftirhermunum, sko. Aha. Hann var kallaður Presleyinn í Hveró, sko. Presleyinn í Hveró? Já. Shit. Ég á eftir að segja þér sögu frá honum. Það var einn merkilegasti maður sem ég hef kynnst, sko. Hann hét, sko, Reynir Adolf Ólafsson. Afinn? Afi minn, langafi minn. Sem dáinn núna, en hann var, sko, þetta er grillaðasta týpa sem ég hef kynnst, sko. Hann var, sko, gamall sjóari, sko. Og hann gat aldrei átt pening. Hann fekk pening, eitti í áfengi og gaf restina. Þú veist, ég man sko bara þegar fór að líða á seinni árin hans, þegar hann var bara, þú veist, á skútunni þarna, alltaf með einhver Presley-lög og eitthvað, keyra Hveró og kaupa sér tóbak og eitthvað. Þá voru oft krakkar úr mínum bekk sem voru bara að labba heim úr skólanum, þú veist, í öðrum bekk eitthvað. Farðu að tala við þennan gamla kall, hann var að gefa mig 500 kall. Og ég bara, afi? Og þú veist, hann átti aldrei sjálfur pening því að hann var bara að gefa. Og þú veist, hann með ótrúlega sögur, þessi kall, sko. Það væri, ef ég væri til í að taka podcast við einhvern, svona langt podcast, svona yfir ævisögu hans, þá væri það hann, því að hann bara, þessi maður átti svo skrítið líf og líka sonur hans, þú veist, ólst upp við, þú veist, mjög mikla fátækt og eitthvað og síðan var hann náttúrulega bara út á sjó og síðan kom hann heim, þú veist, áttu eiginlega aldrei peningur í mat síðan kom hann allt í einu heim bara með glænýtt sófasett bara sem kostaði þá bara ógeðslega mikið og bara, hvað er þetta að gera hérna? Já, ég vildi bara gleðja ykkur með sófasetti og síðan bara dattaði niður og farin út á sjó. Það er hörsku kall. Og
afi minn, afi Óli, sonur Anna Reynis, hann var að segja mér, það gerist tvisvar, einu sinni þá fór hann bara til kærustunni sinni í viku eða eitthvað, kom síðan heim, þá var sko búið að rífa niður herbergið hans, bara vegginn og búið að breyta í stærri stofu. Og bara, hvað að gerast? Af hverju var þessu? Æ, ég held að þú bara fluttur út. Og bara, ok, og síðan gerist það einhvern tímann að hann fór aftur í einhver 2 vikur eða eitthvað að brallarast. Og þá voru þau bara búin að flytja. Það er ekkert verið að láta hann vita eða neitt. Þetta var svo ótrúlega tímar, sko. Já, sko, afi minn, hann minn bara venjulega afi. Ég hef aldrei þekkt neitt af, ég held að allir langafi mínir dói held ég bara áður en ég fæddist og svo, sko, amma mín í gegnum mömmu, mamma mömmu, dói áður en ég fæddist. Eða bara þegar mamma var lítil. Svo amma mín dó daginn, svo, þú veist, svo núna á ég bara afa eftir, sko. 2 afa. Og afi minn Ási, pabbi mömmu, hann, sko, back in the days, það var hann, sko, skólakennari í Nesjónum hérna fyrir austan. Og hann var, þú veist, að kenna alls konar bekkjum og hann var aðalega íslensku kennari og eitthvað. En allavega, þú veist, hann var að segja mér frá daginn að hann var oft með svona detention, skilurðu. Svona eftir skóla krakkar sem voru eitthvað óþekkir og þú veist að sitja lengur og áttu að vera eitthvað að læra og eitthvað. Og hann sagði að einu sinni var hann bara ógeðslega þunnur frá deginum áður. Og mætti hana og átti að vera með í einhverja, þú veist, 5 klukkutíma eða eitthvað svoleiðis. Þetta var líka heima, sko. Og þá tyllir hann sér og bara, þú veist, eitthvað og eitthvað aðeins að fylgjast með, sofnar bara eftir hálftíma. Og svo vaknar hann, segir hann, þú veist, 2 tímum seinna eða eitthvað. Já. Og með herbergi sem voru svona 10 til 15 nemendur, bara tómt. Það voru allir farnir út. Og þá voru þau bara farin að drekka einhvers staðar bara út í buska og afi átti að vera eitthvað að sjá þau og svo þurfti hann eitthvað að útskýra þetta og ég veit ekki maður, sorry, ég var bara eitthvað þunnur og eitthvað af þessu. Og svo sagði hann líka að hvernig hann var líka að refsa svona nemendum þegar voru með einhverja háa í tíma eða eitthvað svoleiðis, eða voru að derra sig við kennarinn eða eitthvað. Þá var látið þess að setja puttana sína á borðið, slegið með svona reglustiku. Gaur. Stundum vildi ég bara að það væri gert í dag út af því að það svo oft, sko veistu hvað, í ferðastu Suðurlandtíma með Jón Snæ, það náttúrulega erfitt að heyra hvað hann að segja, hann talar svo lágt. Getur þú aðeins opnað gluggann? Sorry, mér ógeðslega heitt. Já, þú veist, það ógeðslega... bara hér, bara beint fyrir átt að þig. Já, þú veist, það ógeðslega erfitt að heyra hvað Jón Snæ segir og hann segir yfirleitt hlutin ekki mikið oftar en einu sinni. Þannig að, þú veist, ég actually alveg ofta að reyna að heyra hvað verkefni hann að setja fyrir, að hann alltaf að breytast, þú veist, fyrirkomulaginu og eitthvað svoleiðis. En svo bara, þú veist, á meðan við strákarnir erum bara að hafa hljóð, við erum kannski alveg í símanum, við erum að hlusta eða eitthvað. En stelpunar, á meðan Jón Snæ er að tala, þá tala þær bara full volume. Þú veist, það ekki að hvísla. Það bara svona, eins og við, bara sitjandi þarna, þú veist, að borða við hliðina á okkur og tala bara full volume og svo leið og maður bara, ok, stelpur, ég að reyna að heyra hvað hann að segja, sko. Og það bara, hei, ekki verið að skipta þér af okkur. Og við bara, af hverju má ekki bara hendur á borðið, bang, skammast við, skilur við. Það má ekki neitt í dag. Það var reyndar, þegar ég var í skóla í Hvalfirðinum, það var alveg stundum tekið hart á manni, sko. Já. Þú veist, eins og þegar, það var einhvern tímann það sem að ég var eitthvað, þú veist, það var kennari sem alveg hataði mig og ég veit ekki eins og af hverju, en hún bara alveg hataði mig. Þannig, og var ógeðslega leiðileg við mig, þetta var smíða- og myndlistakennari. Og þannig, það var einu sinni í smíðatíma og ég ætla að fara að tala við skólastjórann og ég fór bara út og ég ætla að kvarta út af því að hún var að koma illa fram við mig. Þannig ég fór út og ég var að fara að labba til skólastjórans. Svo finn ég bara, aftan í hnakkan á mér. Og þannig hún greip mig bara svona, ýtti mér svona niður, sneri mér við og fyrir að, þú átt að vera í tíma hjá mér. Og hún var
svíi. Já. Þannig hún var alltaf að tala með svona svískum þú bara fara í tíma til mín, aftur. Og bara hélt í hnakkan á mér og var bara að ýta mér svona með hausinn svona niðri og var bara að ýta mér aftur inn í tíma og meðan hún bara hélt bara vel fast í hnakkan á mér. Ég sagði mamma og pappa frá þessu og þá töluðu þau við skólastjórann og létu mig fara eitthvað fund með skólastjóranum og henni og foreldrunum. Og þá var hún bara á grenja, sko. Já, herru, ég lenti í svipuð þannig að ég var náttúrulega mjög erfiður drengur. Já, ég reyndar, ég viðurkenni alveg, ég var ekki eitthvað gullagull, ég var alveg erfiður drengur en þú veist, maður var ekki að gera svona við krakka sem í fjórða bekk eða eitthvað, sko. En ég var rosalega erfiður í námi og ég náttúrulega bara mjög ofvirkur og þú veist, ég bara út allt. Það bara var ekki hægt að ná mig til að læra. Og kennarinn minn var svona gömul, 70 kona eða eitthvað. Þetta var í svona 7. bekk held ég. Og við vorum alltaf back and forth bara alltaf eitthvað. Þú veist, hún þoldi mig ekki og ég þoldi hann ekki. Og svo var einhvern tímann þegar ég var með svona amerískan fótbolta. Og ég var eitthvað að kasta á milli með strákunum. Og hún bara urlaðist. Hún átti greinilega eitthvað slæman dag. Og reyndi að taka mig boltan og ég setti hann bara inn í tösku. Svo byrjaði hún bara að rífa í töskuna og ég hélt bara og ég sagði bara boltarnir eru bara onni í fucking tösku. Og síðan fæ ég bara BAM! Ég er bara löðrungaður. Bara í framan? Bara í framan, bara fyrir framan allan bekkinn. Ég fæ bara einn gamlaskóla löðrung. Og ég náttúrulega bara trillist, ég bara kasta öllu og kasta borði og ég á náttúrulega mjög erfitt líka með skapið mitt. Já. Og ég bilast bara hleyp út og bara tek trillinginn. Og þarna síðan þurftum við náttúrulega að fara á fund og eitthvað. Og við fengum basically að ráða hvort það væri rekið hana eða ekki. En við vildum það náttúrulega ekki til að, þú veist, þetta er bara gömul kona búin að missa manni sinn. En þá var hún bara, þú veist, við hefum getað gert lögreglumál og þessu, sko. Það var frekar fyndið, sko. Já, en shit, sko. En ég bara, þú veist, ég var svo rugglaður annars, sko. Ég þakka bara Guði að ég hafi ekki bara slegið hana tilbaka, sko. Já, ég náttúrulega fyrsta sem maður hugsaði bara, heyrðu, þú slæðir mig, ég slæði þig, sko. Já, sem betur fer ég ágætlega vel upp balinn og gerði ekkert greið konuna. Sko, ég var eiginlega mjög svipuð stíð og þú þegar ég var, sko, þarna í grunnskólanum og þá aðalega í Hvalfirði. Já. Og sko, ég var alveg mikið að lenda í slagsmálum, sko. Já, ég líka. En samt var það oft líka bara mér að kenna, þú veist, eins og það var einu sinni til dæmis, það voru frímínútur og það voru krakkar sem sátu í horni og þau voru að spila. Og ég spurði, má ég vera með og þau voru bara eitthvað, við erum í miðjum leik og það er ekki pláss fyrir fleiri. Það fór greinilega ekki vel í mig, það fór ekki vel í kallinn. Þannig ég labbaði upp á besta vini mínum, sló hann í framan og ég labbaði burtu. Ég sparkaði líka í spilin í burtu. Og ég eftir að ég bara, af hverju var ég þessu, skilur? Og ég var, þú veist, það var alveg reglulega eitthvað svona, sko. Og, þú veist, svo var alltaf einn gæi, Sigurjón, hann var svona 02 eða eitthvað. Þú veist, vel eldri bekkingur, 02, 01. Og okkur yngri krökkunum fannst alltaf gaman, þegar hann var einhverfur eða eitthvað. En þá var hann alltaf á tímanum, sko, 2014, 15, skilur við, eitthvað svoleiðis. Þú veist, þá var þetta aðeins öðruvísi þá. Það var einhvern veginn, var maður að leyfa sér miklu meira og það var ekki mikið svona þetta awareness fyrir þessa svona yngru krakka. Þannig við vorum alltaf að kalla hann Sigurgrjón, bara Sigurgrjón og Grjóna. Og alltaf þegar var grjónagrautur í hádegismat, það var bara hei, hvað er með að borða fjölskylduna hérna í matinn? Og hann var líka rosalega reiður, en samt hafði gaman að því að vera að fokkja okkur tilbaka. En þú veist, það var alveg nokkru sinnum, þar sem að við vorum, þú veist, litli krakkar í svona 3. bekk eða eitthvað og hann bara í, þú veist, 10. eða eitthvað, stór gæi, sko. Og við stóðum bara hjá svona leikkastala, vorum fyrir utan hann og vorum svona 5 að reyna að slást við hann
og hann alltaf bara taka okkur upp og kasta okkur í burtu og bara urðlast út í okkur og svo, þú veist, þegar kom snjór þá byrjuðum við að kasta snjóbolt í hann tók alltaf, sko, setti steina inn í snjóinn, setti, það var lækur inn á leikvellin, setti alltaf snjóboltan pínun í lækinn, kristan mikið, hann var harður og svona neldi í andlit á okkur og öll hágrenjandi og hann bara fast ógeðslega fyndið. Þetta er rosalega tilraun því að það var 0-4 strákur með bróður mínum í bekk sem hét líka Sigurjón og það var alltaf verið að gera grín á hann því að hann var ekki einhverjum bara svona algjör aumingi. En samt svona alveg svona stór og fattur þú, en algjör aumingi. Já. Og ég man einhvern tímann þegar, þú veist, þá var það líka með snjókastið. Alltaf þegar það var snjókast, það var bara basically, þá fór maður út til að leita sér að slagsmálum. Já. Og ég fór eitthvað endalaust að hendi í hann. Og þú veist, og síðan bara ræðst hann á mig, eða ég ræðst á hann eða eitthvað, en við endum allavega í hörkuslag. Og síðan tekið okkur báða inn á skrifstofu og við fórum báðir í frímínútna bann. Þú veist, ég 3 árum yngri en hann og hann byrjaði bara hágrenja, bara nei, ég drósa hérna og eitthvað. Sko, strákur með bróður mínum í bekk. Já. Það var ótrúlegt, sko. Það er dálítið mikið, það var enda einu sinni, það var einmitt Anna 04 sem og ég og hann vorum aðeins að kýtast eitthvað í frímínútum og hann var eitthvað, hann var mjög mikið að stríða mér og eitthvað og var, þú veist, að kalla mig, þú veist, feitan og eitthvað svoleiðis. Já. Og það var alltaf svona stígurinn, hann var upp, sko, að inngangi skólans aftur þegar maður kom inn. Og hann bara, þú veist, á meðan ég var að labba upp, þá var bara, hei, passa þetta ekki og rúla niður feitabólaðinn eitthvað svolega. Og ég var alveg brjálaður, þannig ég labba inn í Anderi og hann er fyrir fram mig og hann er bara eitthvað, stendur hann eitthvað að glæðast úr skónum, þannig ég bara, hún er fullkomna tækifæri að ná þessu helvíti tilbaka. Þú veist, ég 3 árum yngri en hann og ég bara swinga í hausinn á hann og hann bara brjálaður, bara snýr sér við, bara, þú veist, tekum bara bara kasta mér í jörðina nema ekki í jörðina, þetta var svona lítið svona steipuklumpur, svona til þess að annarkvort tylla sér eða svona lyfta fætinu upp til þess að reima eitthvað svoleiðis. Þannig hendi mér svona á bakið þannig að það var svona lafandinn með fætunar og lafandinn með hausinn að gólfinu og svona ýtir hérna í axlina á mér þannig að hausinn fer svona í gólfinu, hann kýlir mig í framan og ég bara eitthvað helviti vilja, á mér! Bara eitthvað alveg brjálaður og við erum mitt teknirinn á skólastofu og látnir takast í hendur og honum báður settir í frímínútum, hann bara neymitt, sko. En, þú veist, mér líður eins og, þú veist, hvernig ég sé þetta núna í dag, mér líður eins og þetta er ekkert lengur eitthvað svona. Nei, ekki nærri jafn mikið, sko. Þú veist, krakkar bara í skóla, svona actually að slást og þá voru, þú veist, ekkert eitthvað allir með síma og eitthvað og þá var bara, og voru þið, þú veist, heima hjá ykkur, þú veist, back in the days, voru þið með bara, þú veist, eins og heima, þá vorum við bara með heimilistölvu. Já. Sem var bara á skrifborði og það var bara, þú veist, við 3 systkini áttu bara að skiptast á eða leika okkur saman í leikjum eða, þú veist, ef við ætlum að horfa á YouTube eða eitthvað saman, þá var það yfirleitt bara að velja eitthvað saman. Þá endaði yfirleitt á Mr. Bean eða Pink Panther, þannig að teiknimyndadraslinu og bara eitthvað svona. Það voru sko prime tímanir og svo fór maður bara út og var bara eitthvað, þú veist, að skilmast og bara hoppa á trampolínu og fara í fjölleiki, klifra í trjám og, þú veist, bara vesen. Mér líður eins og það sé ekkert eitthvað jafn mikið þannig lengur. Núna allir krakkarnir bara, þú veist, þegar þú veist, það var svona 2018-19, þá fór ég strax að taka eftir þessu að þá voru þessi krakkar þegar þú veist, á sama aldri og ég var, þegar ég var bara úti að leika mér og klifra í trjám og allt þetta, þá voru þau bara inni, þú veist, 7-8 ára krakkar bara, inni alla daga að spila, þú veist, Fortnite, skilurðu, og ég var bara, hey, game's gone, skilurðu, hvað var þetta bara klassísk að fara bara út eitthvað. Þú veist, það er ekkert plan, maður fór bara út með vinunum og bara gömlu góðu slagsmál. Já, gömlu góðu. Þú veist, það var alltaf svo það var eitthvað gaman við það, þú veist, þú veist, og þá líka bara einhvern veginn núna er það, þú veist, þá vissi enginn hvað hann var að gera. Það var bara eitthvað að sveifla og hoppa á hann
og þú veist, kirkja hann og svo kasta manni og þú veist, þetta var bara actually bara tveir að slást og bara voru bara að klóra og bíta og sparka og allt þetta. Núna er einhvern veginn, það er ekkert, núna er mest svona bara ítt. Þú veist, það er einhver ítir og svo er bara, ok, sjáum þetta núna, fyrir bara í tap-out eða eitthvað, skilur. Þú veist, eða það eru þá actually þeir sem eru að slást eru bara með hnífa eða eitthvað. Já. Skilur við, það var ekkert þannig sko. Og það er líka, þú veist, núna það er komna svo rosalega mikla afleiðingar af slagsmálum. Já. Sem er gott og slæmt. Það er, þú veist. Núna verður þetta allt bara eitthvað lögreglumál og eitthvað. Það er líka bara stórhættulegt að lenda í slag núna. Já. Því að, þú veist, segjum ef þú vinnur slaginn, þú ert ekki búinn að vinna því að það verður bara komið bara 5 gaurar á þér og stappa á þér eða hóta að stinga þig, fattarðu? En þá, þú veist, þarna var þetta einhvern veginn, þú veist, það var oft bara, þú veist, tveir, þú veist, það voru kannski 2 vinahópar, en svo voru kannski 2 sem voru aðalega að rífast. Þeir fóru bara að slást og hinn voru bara að fylgjast með. Já, það var bara geggjað. Og svo bara sá sem vann, bara stóð upp og bara, okki naumingi, labbaði burtu. Þú veist, núna er þetta bara, ef hann er búinn að vinna, þá eru bara hinir 4 að fara að koma að sparka í þig og þú veist, allt þetta. Og svo hinir kannski, þú veist, vinir þínir kannski að koma og sparka í þá. Þú veist, það var svo gott þarna. Þá var þetta einhvern veginn bara slagur og svo var það bara búið. Þú veist, bara svo sem mann bara. Og hinir voru bara að horfa á, fylgjast með. En svo er náttúrulega líka þroskast maður og aðeins og... Já, þú veist. En þú veist, það er svo fyndið, ég var alltaf að slást og svona fljótlega eftir að ég hætti þessum asnaskap, fattarðu, að fór bara aðeins að róast bara með aldrinum, þá fóru eldri ykkur endalaust að pikka á mig. Bara létu mig ekki vera, þú veist, og ég ætlaði alltaf að fara að lemja á, en þá bara, þú veist, nei, þú veist, bara búin að þroskast úr þessu og þeir bara létu mig ekki vera og ég var alveg að vera bilaður að þeim. Og svo eitt kvöldið, þú veist, ég kom alltaf heim úr skólanum bara brjálaður. Langaði svo að fara að slást og þá var ég líka að byrja að ræfa júdó og þú veist, það voru greinilega einhverjar afleiðingar ef ég myndi eitthvað að nota eitthvað júdó í slagsmálum og eitthvað. Og mamma á náttúrulega alltaf bara, nei, bara, þú veist, þú er búinn að þroskast upp úr þessu og síðan kom ég heim eftir skólan eitt kvöldið alveg bilaður. Pabbi sagði bara, hvað aðeins inn í herbyggi. Mamma ætlaði eitthvað með og hann sagði, nei, bara, ég ætla bara aðeins að ræða við hann. Bara, mamma hélt örugglega að hann væri eitthvað að fara að skamma mig, en hann sagði bara, því að það var körfuboltaleikur um kvöldið, ég ætlaði að mæta en síðan var ég búinn að, þú veist, búinn að hætta við það því að þessi strákar voru þarna. Pabbi sagði bara mig, heyrðu, farðu á hann á körfuboltaleik og ef hann gerir eitthvað, labbaðu upp á hann og lemdu hann. Ég bara, ha? Ég bara, já, ég er bara að gefa þér leyfi hér og nú. Ég verð ekki bera úr þig og ég talaði með mömmu þína. Bara, say no less. Þetta var í, þú veist, 7. bekk. Og ég fer þarna á körfuboltaleikinn og sé þá og þeir sjá mig og þarna síðan förum við svona út á fótboltavöll í hálfleik og þessi strákur Ísak, við erum reyndar mjög góðir vinir í dag, ótrúlega satt. Hann kastar í mig einhverjum eplasafa eða eitthvað, bara svona fernu í andlitið mitt. Já. Og ég bara, herru, my time to go. og hann er svona upp á einhverju grindverki og ég labba bara svona upp á hann og hann bara, hvað, ég held ekkert að ég var að fara að gera neitt. Ég var aldrei búinn að gera neitt áður við hann. Bara rífa hann niður, hoppa upp á hann og byrja bara bara svoleiðis lúskran. Og síðan sko mætti hann í skólan daginn eftir bara hann er alveg kýli sko. En hann hefur ekki, þú veist, hann hefur ekki gert við mig neitt síðan þáttur. Ég er reyndar lent í einu svipuð, bara mjög svipuð dæmi. Hann var einn gæi sem var bara með mér í bekk reyndar. Mjög mjór og þú veist, hann er einmitt svona dálítið svona aumingi, en hann er aumingi sem er svona góður með sem svona eitt af þeim. Sem að
all talk, no walk, sko. Þú veist, og hann var bara búinn að vera að fokkast í mér, þú veist, svona mánuð straight, bara daglega og var bara alltaf bara, þú veist, að reyna að stríða mér og eitthvað. Og svo einn daginn, þá á meðan við vorum í UNICEF-hlaupi. Shit, ég hata UNICEF-hlaupið, maður. En við vorum í UNICEF-hlaupi, þar sem voru enda allir labbandi, en við vorum í UNICEF-hlaupi á kartónbraut, þar sem maður bara borgaði fyrir hvern hring. Já. Og ég var eitthvað að labba fyrir aftan hann og hann var eitthvað að hreyta í mig, snýr sér við og gílir mig bara í andlitið á UNICEF-hlaupi. Og ég bara, brjálaði, bara fucking hell, koma félagar mínir, Magni og Jakob, og þeir bara ráðast á hann. Bara taka hann niður bara, þú veist, sparka í hann bara, láttu fucking kæra í frið, ok? Heldis, ógeðið bara eitthvað. Og svo ég bara, thank you for this. Þeir náttúrulega skammaði skólastjónunum og eitthvað svoleiðis, þeir voru bara að venda við okkar. En þú veist, hann hélt svo áfram samt að stríða mér. Og ég var alveg brjálaður, einmitt, bara kom heim, bara alveg brjálaður og þá bara einn daginn segir bara mamma, hey, veistu hvað, ég er bara alveg kominn úr þessu. Næst, ég veit við varum búin að segja nei, en næst, þegar hann fokkar í þér, lemdu hann bara. Já. Lemdu helvítið, hann á það bara alveg skilja, hann er bara búinn að vinna sinni fyrir því. Ég bara, say no less. Mætti, fótboltaæfingu, hann var búinn að vera hreyti í með alla fótboltaæfinguna og svo eftir fótboltaæfinguna það er, þú veist, þessi net hana, netin. Þá stendur hann svona baki í netið og er svona eitthvað, hey, fucking helvítis, bollaðinn eitthvað, ítir mér og eitthvað, ég bara, say no less. Gush, hrind honum í netið og hann dettur í netið bara, ég tek bara netið, þú veist, ég bara hugsa, veistu hvað, ég ætla ekki að fara ofan á hann og byrja að kíla hann og berja hann eða eitthvað, ég ætla bara að niðurlæga hann. Þannig ég tek bara hliðina á netinu, ég vef honum svona inni og svo byrjaði ég bara að snúa hann. Og ég sneri hann bara og festi hann inn í netinu og meðan allir hinir strákunum var bara og ég ætla að byrja að niðurlæga hann eitthvað heldur en að alveg lúberja hann. En shit, sko. En var það ekki líka samt, þú veist, back in the day, ég sver, allir svona bestu vinir voru alltaf bara að kýla konana. Þú veist, þegar við urðum reiður út í konana, þá var einhvern kýldur. Já, þá bara slást. Og svo bara, þú veist, daginn eftir bara, þú veist, sorry maður, tekist í hendur, aftur bestu vinir. En gaur, shit, það var eitt svo geitað í Hvalfirðinum. Það var hana, þú veist, alltaf í frímínútum. Þegar var gott veður, þá kom sumar. Þá var eða veturinn þegar var mikill snjór, það var alltaf annarkvort, aldrei þegar var rigning eða eitthvað. En þá var svona hóll, stór hóll, svona við hliðina á vellinum, sem er ennþá partur af skólasvæðinu, sko. Ító? Já, nema ekki, sko, þá var þetta einhvern veginn, þá voru bara, þú veist, bara svona 4 árgangar, bara allir strákar úr árgangunum og jafnvel stelpur líka. Þá var bara king of the hill. Við köllum þetta alltaf Ító. Já, ég held við köllum þetta líka Ító, nema hjá okkur, þá var þetta, sko, það var þetta alveg þar, en það var bara einhvern veginn, það var bara pínu leyft að meiða. Já. Þú veist, og þá var þetta einhvern veginn, þá var aldrei eitthvað big deal, nei, hann munur eitthvað meiða sig eða eitthvað, þá bara, ef maður meiddi sig, þá bara meiddi maður sig og hélt áfram. Já. Og þá kannski var maður eitthvað að reyna að hlaupa upp, bara eitthvað, ætla að fara í hann, svo kemur bara einhver, skriðtakla mann niður hólinn og maður bara, þetta var, dettur í heljarstökk og flýgur niður hólinn. Við vorum líka með svona hól, þetta var það skemmtilegast. Bara, vá, þessar minningar af þessum hóli og svo líka þegar voru rennibrautir, eða þú veist, þegar maður var að renna sig niður á hólnum veturinn, þegar maður var þakinn í snjó, þá var það líka king of the hill, sko, nema þá var hann alltaf allir að renna og eitthvað, það var miklu skemmtilega, þá ef maður kastaði einhverjum niður, náði einhverjum niður og ítti honum af hólnum, þá bara var hann bara að fara, þú veist, að renna alla leið niður og svo byrjaði fólk að nota þotur og þá voru stundum alveg röð bara af fólki, þar sem að maður fór úr þotu, og setti báðar fæturna alveg til hliðar og svo, allir niður og allir bara, fucking hniðað mér maður, bara, þú veist, og maður bara skellir hlæði, fucking tók ég ykkur og það er bara helvítið og þú veist, svo hélt maður bara áfram og þetta var svo gaman præmdaðinni bara í Ító upp á hóli, sko, fuck. Þú veist, ég myndi borga að fara ánga bara núna með hellinga strákum og fara bara í Ító, sko. Það er geðveikt. Shit, það voru svona hörsku dagar þar sem maður nýtti frímínúturnar, þú veist, ég að vera bara úti að leika sér, sko. Já. Svo líka
var náttúrulega fótboltavöllur þarna, Gervigrasvöllur, það var ógeðslega gaman. Það var ekki fótboltavöllur hjá ykkur, þú veist, á leikvöllinum eða? Jú, það var bara svo pirrandi með bekkina, það var alltaf, þú veist, miðvikudagur þáttu við í völlinn og... Já, það kom þannig plan hjá okkur líka, en svo oft var það líka bara... En það var líka bara bölvuð slagsmál alltaf, sko. Þetta var bara ekki gríðarleg spenna í þessar 20 mínútur eða eitthvað. Þú veist, og þar var maður bara, þú veist, þér var drullu samátt og fótbraust næsta. Já. Þú fórst í tæklingar, sko. Já. Og þú bara reyndir bara skríða allan niður. Af vellinum, þú veist, ég alveg fór nokkur sinnum af þessum vellum með blóðnæsi og ég fór einu sinni með hérna 2 brákaða fingur og sko, þetta var ekkert grín þarna. Og maður bara, þú veist, bara vel stór sár á hnjánum. Já, alltaf út í sárum. Og það var sem bara, þú veist, það var sem bara gaman. En þú veist, mér varst alltaf skemmtilegast þegar, sko, þú veist, það var náttúrulega bekkjarskipti og eitthvað. En svo bara var oft ákveðið bara, fuck it, við nennum ekkert einhverja bekkjarskiptingu. Bara allir sem vilja vera með í þessum bekkjum. Já. Það var kannski, þú veist, segjum að það var kannski 7. bekkur var með þetta. Það var ekki, ok. 8., 9., 10. má vera með og svo 7. Þá var þetta einhvern veginn bara eldri krakkarnir og svo alltaf yngri og bara ég er með! Nei! Þú var bara að fara deginn á vellinum með þú kemur inn á sko. En svo alltaf, náttúrulega yngstu krakkarnir vildi alltaf fá maður með en þá kom maður bara og var að rústa þeim. Já. Þú veist, og það fannst mér alltaf ógeðslega fyndið að alltaf ef yngri krakkarnir vildum fá eldri inn á þá komum við bara og bara, þú veist við vorum ekki eins og leiða að skora 1. Við vorum bara, þú veist, vinnaði 15-0 bara á 20 mínútum, sko. Sem að var, shit, þetta voru svo góðu dagar, sko, þegar maður lítið tilbaka. Já. Þú veist, og það líka bara svo margar, þú veist, ég veit ekki, einhvern veginn yfir árin. Þú veist, það svo gaman, mér finnst eins og við, okkar árgangur, þú veist, 07, mér finnst 07, 6, 5 upp. Erum með svo margar góðar svona sögur frá en mér líður eins og alltaf þegar ég reyna eitthvað að tala við eitthvað, þú veist, 08 á niður einhvern veginn. Mér finnst eins og þá var það... Þá byrjaði aðeins meira svona iPadinn og... Já, iPadinn og þetta, en þú veist, en hjá okkur var þetta ennþá, þú veist, pínu svona, þú veist, maður er ennþá bara, þú veist, horfa á Hawaii 5 og í línulegra á miðvikudögum, skilur eitthvað svoleiðis, þú veist. Horfa á Simpson alltaf rétt fyrir kvöldmat. Já, einmitt, eftir kvöldmat og þá var bara, þú veist, línulega og kannski, þú veist, ég veit ekki, það var alveg að horta á Mrs. Brown, Barnaby og þessi sko. Shit, það eru dagar sem ég líti á með, þú veist, þótt að það var mjög erfitt þá fyrir mig sem var alltaf úslega reiður og með reiðisvandamál og eitthvað. En samt voru þetta einhvern veginn, með lítur á það, þá bara hlær maður að þetta voru góða dagar. Já, þetta voru geggjað dagar. Þú veist, það var bara líka allt svo einfalt sko. Já. Ekkert. Og líka, mér finnst líka alveg magnað hvernig bara frá, þú veist, segjum bara á síðustu 10 árum, bara frá 2015, hvernig bara þá var einhvern veginn, þú veist, eins og leyft, þá var maður að segja það svo bara ógeðslega ljót orð sem eru lítinn á bara ógeðslega ljót í dag. Já. En þá var það bara daglegt orð, þú veist, eins og F-orðið þannig yfir sem núna ógeðslega ljót. Það var bara, þú veist, fólk, þú veist, krakkar vita ekkert hvað það þýðir. Já, en þú veist, núna, þá vita bara allir að maður á ekki að segja þetta. Já. En þú veist, þá var þetta einhvern veginn bara, þú veist, þá voru líka, þú veist, eldri voru alveg að nota þetta, skilur við. Já, þá voru allir en þá var þetta meira bara að hugsa sem bara svona fáiði. Já. Þú veist, það var bara heldist fáiði, eitthvað svona. Núna er þetta bara, þú veist, ef einhver segir þetta bara, Sko, mér finnst það ekki gaman, sko. Nei. En mér þú veist, ég er alveg sammálaði að fólk á ekki að vera að nota þetta orð og eitthvað, en þegar þetta er komið í svona öfgafullt. Já. Maður má bara ekki hafa skoðun án þess að maður sé bara fáiði og hitt og þetta. Og mér finnst svo mikið verið það að þú veist, ef að ég hef ekki sama pólitíska álit og þú veist, segjum að þú ert hægrisinnaður og ég er vinstrisinnaður, þá er bara svona allt í einu komin eitthvað rígur á milli okkar. Sérstaklega í Ameríku. Það er náttúrulega bara fucking Democrat, rabba-dabba-doo, þú veist, fucking liberal sissies og, þú veist, mér finnst það
vera svo asnalegt og það segir líka bara ef að þú myndir hata mig út af því að ég, þú veist, er ekki sammálaðir í pólitík þá þarf ég ekki að vita meir þig. Þú veist, það bara ok, þú ert þessi típa. Já, þú ert bara þessi. En þú veist, ég skil það ef að þetta komið út í nasisma eða eitthvað. Já. Ok, herru, þessi hann er nasisti, þá skil ég, ok, maður er kannski ekki þetta... Eða rasisti, sko. Já, eða rasisti. En þetta er bara svona basic eins og hérna á Íslandi bara eitthvað. Og það kemur aftur þessu tuði. Ég hata tuð. Já. Ég þoli það ekki. Já, og líka bara, þú veist, og það getur líka verið tuð bara svo mikið, bara ekkert. Já. Skilur, bara, þú veist, þú ert bara ósáttur bara út af að þú vilt vera ósáttur, skilur. Og svo, þú veist, ég ætla ekki að fara út í þessu umræður. Förum kannski ekki lengra það, en ég var einmitt ég sá góða línu úr uppistandi hjá Ricky Gervais þetta, svona daginn, að þú veist, pældi í Guð kannski, ef það er Guð, skapaði mann, skilur, hann bara, ég ætla að skapa manninn og skapar manninn og bara, þú veist, segir, þú veist, ákvör, hann er með engan skjöld og hann er með engin vopn á sér eins og helling á öðrum dýrum og bara venjulega tennur og eitthvað, en hann á að vera með snjallasta heilan af öllum dýrunum og þannig mun hann lifa af með að nota heilan og vera snjall, búa til vopn og búa til vörn og allt þetta. Svo þróumst við yfir árin, við berjumst við ljón og eitthvað bla bla og svo á endanum voru hræddu orð. Skilur, pældi því. Það er, að mínum mati er, þú veist, að manneskjur, þær eru þróaðar í að hafa alltaf eitthvað til að vinna fyrir. Ertu ekki sammála því? Þú veist, eins og þú sér ekki fólki þú veist, í löndum sem á það virkilega erfitt að vera að tuða yfir einhverju fucking kjaftaði. Já. Það bara, ok, það fer bara að vinna til að halda upp fjölskyldunni og þetta virkar bara þannig og það er allir sáttir þannig séð. Og síðan þegar við förum að hafa það allt og gott, við fáum allt upp í hendurnar, samfélagið gæti ekki, þú veist, verið betra, þá byrjar samfélagið að fara niður. Já. Því að, þú veist, ef við þurfum ekki að vinna fyrir neinu, hvað þá? Þá höfum við ekkert. Þá byrjum við að búa til vandamál fyrir okkur sem er ekki neitt. Við byrjum að tuða yfir öllu hinn og þessu því að við þurfum að hafa alltaf eitthvað. Já, þú veist, og líka bara ef við skoðum söguna, bara manneðlið, það er alltaf einhver ágreiningur. En þú veist, og þegar þessi ágreiningur er ekki, þá fer það held ég út í eitthvað kjaftæði. Já. Þú veist. Ég er þetta eitthvað svona að fatta þau. Já, þú veist, þetta er, þú veist, það er bara komið svo, orðið allt rosalega mikið og maður er, þú veist, ég finn mig sjálfan að hafa erfitt með að bara keep up with the time, skilur. Já, ég sammála því, sko. Þú veist, bara allt í einu heyri, bara fréttir, bara, heyrðu, já, bara, þetta er bara eitthvað risastórt og þetta er bara má ekki og þetta hitt og þetta og ég bara, séðan hvernig gerist þetta? Og það bara, það gerist fyrir mánuði, andskotin. Já. Skilur við, þetta er, og svo sitjum við í skólanum og erum að læra skilur við, hvað gerist fyrir 500 árum, skilur við. Já. Og við veitum ekkert hvað er að gerast núna, hálfpartinn. En það er samt alltaf mjög mikilvægt að læra sögu á mínum mati. Já, ég er alveg sammála því. Þú veist, en það er samt svo mikið af fólki sem læra ekki sögu, þú veist, vá. Allir, það hefur verið pælt í, allir kanar sem maður hittir. Þeir veit ekki neitt. Bara veit ekki neitt. Þú veist, bara ándjóks, bara ekkert það sem gerist utan Ameríku. Þeir halda bara Ameríka sé heiminn. Já, þú veist, það eru flestir sem, það er actually margir sem halda það bara það sé bara stærsta land í heimi og þetta er bara, þú veist, og þetta er einhvern veginn svona, þú veist, þau eru með vinsælustu íþróttina sem allir horfa. Já. En það er samt bara, þú veist, innan Ameríku. Og líka bara eins og þegar fólk vinnur NFL. Yeah, I'm the world champion of basketball. Heimsmeistari, ha? Þetta er Ameríka, sko. Já, og þú veist, og pældi að hérna eins og stærsti viðburðurinn sem allir kanar horfa á er hérna the Super Bowl. Já. Og svo er eitthvað að vera að skoða þetta, þú veist. Ok, hvað er margir sem að horfa á það? Eitthvað hérna, ok, Super Bowl, 230 milljónir eða eitthvað. Já. Svo það er stærsti viðburðurinn í Ameríku. Stærsti viðburðurinn
í heiminum, World Cup, sem að sumir í Ameríku, bara margir í Ameríku, veit ekki eins og hvað það er. Já. Þau halda bara, þú veist, það var spurt eitthvað, hvað haldið það sé stærra? Bara, já, Super Bowl 100%, sko. Svo kíkir maður á það, já, byrju, hvað var average, hérna, hvað var mikið horft á yfir höfuð, hvað var mikið horft á The World Cup? Já, 3,6 B. Já, hálfur heimurinn. Vissirðu að... Hálfur heimurinn horfði eitthvað á World Cup. Pældi því. Hálfur heimurinn. Og þau halda að Super Bowl sé stærsta í heiminum. Og það ekki eins og allir í Ameríku. Það eru 300 eitthvað miljónir í Ameríku. Cricket stærri en, þú veist, NFL. Það sko, ég var eitthvað, sá þetta eitthvað daginn. Það var held ég, þú veist, 1,9 billjón manns sem horfði á eitthvað cricketmóti í Indlandi. Bara þjóðirnar í kring og eitthvað. Já. B. Það er rosalegt. Það er rosalegt, líka cricket, þú veist, við lítum ekkert það. Nei, þú veist, en það sýnir samt bara að, þú veist, þetta er rosalega mikið fer eftir heiminum, en þú veist, ok, það er vitað, fótbolti er stærsta íþrótt í heimi. Það er bara staðreynd, skilur. Það er bara staðreynd, þú veist, mest followaði maður í heimi er Ronaldo, skilur. Inn á Instagram. Já, það er bara, þú veist, það er bara stað. Þetta er mögulega bara frægasti maður í heimi, skilur. En maður er að horfa yfir... Með þeim? Nei, ef maður er actually að horfa yfir bara allan heiminn, þá er miklu meir líkur að fólk veit hver Ronaldo er heldur en, þú veist... Beyoncé, eða Ed Sheeran, eða Justin Bieber, skilur. Það er actually... Hver ætlaði að sé frægasti maður í sögunni? Frægasti maður í sögunni? Já, Jesú. Jesú, en þú veist, fyrir utan Hitler, Stalin. En þú veist, ég held actually að Ronaldo sé með, Ronaldo og núna Messi líka þegar hann er actually orðinn aftur, þú veist. Já, hann er huge. Þú veist, ég held að Messi og Ronaldo sé alveg með, að mínum mati, topp 10 frægustu mönnum alltaf tíma, sko. Og þetta eru fótboltamenn. Já, so far allavega. Þú veist, ef þú hugsar líka bara út í að hve mörg lönd þeir ná yfir til, þú veist, eins og ég myndi þora að veðja, þú veist, hvað, hérna, hvað eru flestir í heiminum, Indland, en þú veist, fyrir utan, þú veist, það eru ábyggilega hellinga fólk í Indlandi sem veit hvað þeir eru. Já, það er þannig, sko. En svo, ef maður horfir allir, ég myndi ándjóks giska á að flestir í, þú veist, Evrópu vita hvað Ronaldo og Messi. Flestir í Ameríku nú til dags vita hvað Ronaldo og Messi eru. Já. Þú veist, flestir bara í Asíu ábyggilega vita líka hver Ronaldo og Messi eru. En þú veist, mjög margir í Ameríku vita ekki hver Hitler er. Eða hver Stalin er. En þeir vita öll hver Donald Trump er eða eitthvað. Já, Elon Musk. Elon Musk. Það sko, þetta er svo grilluð þjóð. Vissirðu að 99,8% af fjöldamorgjum eru Ameríkanar? Já, ég reyndar... Ja, 98,9%. Já, það er fact. Það er rosalegt. Það segir líka bara daldið hvað, þú veist, líka bara hefur talað við Ameríkana. Ég meina, manstu í ágreininginum sem við lendum við þannig Kanana. Já, þarna á hótelinu. Oh my god. Shit, einhver Kani sem var á þeirri skoðun að þau mættu hafa fóstureyðingu eftir fæðingu. Þú veist, ef þeim annarkvort ef þeim langaði í stelpu eða strákur þá ætti þeim með að drepa strákinn, bara þótt hann er fæddur. Eða ef manneskjan eða krakkinn var greindur með einhver galla og hún vildi alveg meina að það mætti líka vera bara alveg, þú veist, ekki endilega bara strax, en segjum eftir 3 mánuði, ef kannski krakkinn er greindur með Downs-helginni, að það mætti þá bara drepa krakkinn. Og það var bara einhverjir kanar sem voru að segja þetta, bara, þú veist. Og af hverju ætti þú að fá vald að drepa þetta barn? Já, þú veist, þá meina ég eftir. Já, eftir. Ég, þú veist, mér finnst hræðilegt að Ameríkanar sé að reyna að stoppa fóstureyðingar, sko. Já. Líka sérstaklega því að systemið í Ameríku er þannig að, þú veist, þú gæti fara á hausinn við barnseignir. Því að þetta kostar svo fokkin mikið. Og síðan, þú veist, segjum, ef að það er bara, þú veist, lástjætta fólk, eða bara lástjætta kona, þú veist, á ekki neitt svona til að skjóla henni, þú veist, segjum henni verið nauðgað, hún verður ólétt, þú veist, hún á ekki pening til að eignast einu sinni barnið og til að sjá það, til að það eigi gott líf. Og þá er það bara að byggja chaos sem leiðir bara í kynslóðir af einhverju svona, þú veist, fólki að lifa
ekki, þú veist, það góðum lífum. Það er bara, mér finnst það bara út í hött hvað, og líka að hennar Trump, þú veist, það er núna bannað að eitthvað skilgreina eitthvað sem er eitthvað annað á vinnustöðum eða eitthvað. Það er bara hann og hún á vinnustöðum í Ameríku núna eftir að Trump skrifaði eitthvað undir eitthvað reglur eða eitthvað. Þú veist, sem að mér finnst alveg magnað, sko. Það er magnað. En þú veist, ég bara, hvað er að gerast? Hvað er líka fólk bara, af hverju þarf að vera reglur yfir þessu? Mér finnst bara eins og fólk með að kalla sig það sem það vill, bara, þú veist, ég er á þeirri skoðun, kannski eitthvað kontroversial eða eitthvað, en þetta mín skoðun þú veist, ok, þú ert hán, bara gott fyrir þig, bara, þú veist, já, ég styð það alveg, en ekki vera að ýta því framan mig allan daginn, eða þú veist, og sérstaklega ekki í börnum, því að eins og til dæmis dæmi bara, ég í félagsmiðstöðinni minni, þá var trans einstaklingur, köllum maður bara Siggi, og þú veist, hann var alltaf svona að ýta þig framan í mann, þú veist, maður gat varla sagt hæ án þess að hann þurfti að nefnast eitthvað við það. Trans þá, hvað, fæddist strákur eða stelpa? Fæddist sem kona. Já. Og bara, ok, fínt að blessa með það, en þú veist, og síðan vorum við einhvern tímann á einhvern svona kynfræðslu fundi, og hann fer eitthvað að segja að það sé mjög venjulegt að kallmenn taki sig aftan, þú veist, strappon sem er bara plasthittlingur, og ég svona, ok, þú veist, og ég hvísla svona Mattius í félaginu mínu, bara, ég er góður, og hann sér mig segja eitthvað, hann bara, hvað sagðirðu? Stoppaði bara allt, hvað sagðirðu? Gottu hérna upp og segðu öllum hvað þú sagðir, og ég sagði bara að það væri ekki fyrir mig, og hann bara, nú, hvað veist þú um það, hefurðu prófað það? Og ég bara, nei, hef ég prófað það? Nei. Já, er þetta þá ekki bara innbyggð homofóbía? Og þannig að hann var að kalla mig homophobic fyrir að vilja ekki prófa eitthvað sem... En svona það sem að mér finnst þetta pínu skrítið, kannski þetta er bara eitthvað sem að ég skil ekki, og þú veist, ég er ekki að segja eitthvað að því, en þetta er eitthvað sem að ég skil ekki, ok, það er fæðist stelpa, ok, skilgreinir sig sem strák, ok, en vill þá samt ennþá fara í gæja? Og þá skilurðu, eða Þú fæddist stelpa og vill vera strákur, en vill samt ennþá fara í kalla. Já, þá væri það bara transhommi. Mér finnst það alveg magnað, sko. Af hverju? Ég veit það ekki, það er bara eitthvað við það. Það er eitthvað við það sem ég fattir ekki í höfðinu mínu. Ha? Ég veit ekki af hverju. Þetta er bara mjög basic, það er bara, þú vilt vera strákur, en þú fílar samt alveg ennþá kallmenn, fattarðu? Já. Þá ertu bara strákur sem fílar kallmenn, bara transstrákur sem er hommi. Já. Þú varst að flækja þetta held ég aðeins fyrir. Já, ég held það. Já, en þú veist, ég er samt alveg á sama þú. Það eru svo mikið af fólki sem er svona að reyna, þú veist, klína í framan í, þú veist, mig, sem að ég bara, ok, sko, raunin er svo að flestum er alveg sama hvað þú ert, skilur. Þú veist, ég þarf ekki að, þú veist, þú ert bara manneskja sem að bara ert það sem að þú ert og fílar það sem að þú fílar, skilur. Mér er alveg sama. En, þú veist, ef þú fer eitthvað að klína þessu yfir á mig eitthvað, þú veist, og út af því að mér er sama hvað það er, þá er ég kannski bara fyrir þeim á móti þessu, eða skilur. Já, en ég skil það samt alveg, þú veist, ef einhver er að niðurlægja þig og segja eitthvað slæmt hvað þú ert, ég skil þá að þú takir, þú veist, ég er þetta og ég er hitt. En þú veist, ef að ég þekki þig alla og er ekkert að pæli þér, bara, þú ert bara manneskja fyrir mér, fattarðu. Ég þarf ekkert að fá þetta allt, þessa gusu í mig, eins og þarna, þá var ég tekinn bara, þú veist, strákur í 9. bekk, tekinn fyrir framan allan skólann og kallaður homophobic því að ég vill ekki, þú veist, vera tekinn aftan. Þetta er, og þessi, þú veist, einstaklingur er að vinna með börnum og mér finnst það skrítið, persónulega. Mér finnst það bara mjög skrítið. Já, þú veist, mér finnst að líka, sko, að krakkar eiga dálítið að fá að, þú veist,
ok, það er kannski ljótt að segja, en krakkar eiga að vera, þú veist, eins og á leikskólum eða skólum bara, þú veist, á þessum svona unga aldri,